Skoðaðu úrvalið frá mörgum að þekktustu vörumerkjum heims. Matthilda Kringlunni, Matthilda Smáralind og matthilda.is. Já, Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbusævintýraferðir. Við köllum eftir ábyrgum ríkisfjármálum fyrir íslensk fyrirtæki og heimili. Beinum athyglina að því sem skiptir máli. Höldum okkur við aðalatriðin. Samtök atvinnulífsins. Ég kom út gluggann inn í nóttina. Það sem jólin bíða þín. Húsasmiðjan og Blómavall. Eitt víst. Við látum verkið vinna. Fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónusta, menntun. Fyrir fólkið fyrst. Svo allt hitt. Meinhollur, ljúffengur og sívinsæll. Þú kemst á toppinn með Eyjabita. Stundum þarf bara að bretta upp ermarnar og gangi í verkin. Ísland frábært land, en það bara ekki alveg að virka núna. Við þurfum að vinna þetta saman. Negla niður verðbólguna, slípa kerfið til, laga heilbrigðiskerfið. Við þurfum að passa upp á það sem við eigum hérna saman. Við þurfum að passa upp á landið allt. Við vinnum þetta saman. Við ætlum að laga Ísland. Komið þið sæl og velkomin í leiðtogakappræður Morgunblaðsins og mbl.is í aðdraganda alþingiskosninga sem að fara fram 30. nóvember. Nú lifa aðeins tæpir 2 sólarhringar af kosningabaráttunni. Íslendingar ganga sem að kjörborðinu. Við munum fá hér leiðtoga þeirra 10 flokka sem að bjóða fram á landsvísu. Við gerum það með okkar hætti. Við fáum hér 5 fyrstu formennina í hús og svo eftir klukkustund kemur seinna hollið til okkar. Andrés Magnússon, kollegi minn, hérna með mér. Ég heiti Stefán Einar Stefánsson. Já, kannski ég taki við það rétt að taka fram að við drógum að sjálfsögum röð frambjóðanda hérna og við sjáum útkomuna hér. Þetta alveg stórfínt og ef við byrjum hérna til vinstri, Inga Sæland frá Flokki Fólksins, sæl. Svo Kristrún Frostadóttir frá Samfylkingu og Bjarni Benediktsson frá Sjálfstæðisflokki. Já, og hér mér á hægri hönd það Björn Leví Gunnarsson frá Pírötum og Svandís Svavarsdóttir frá Vinstri grænum. Sælir. Bæði tvö. Takk fyrir. Takk. En Andrés, þú ert með glóðvolgar tölur frá prósenti. Það síðasta könnunin sem að fyrir lofti frá okkur fyrir kosningarnar. Þetta loka könnunin sem að gera þessu sinni og við tókum helmingi starra úrtak heldur en vant Svörin var mjög svipuð en við erum sem með mun fleiri svör að baki þessu niðurstöðum og ég held að sé óhætt að segja að það leynist ýmis tíðindi og reyndar þau leyna sér ekki neitt. En ef við byrjum á byrjunum, við skulum byrja á ábyrgri framtíð og við ætlum að lesa þetta upp sem sagt frá lægstu tölum upp í hinar hæstu. Það kemur kannski óvart á ábyrg framtíð að hún lýðræðisflokkurinn þarna með 1,2%. Ég ekki með ábyrga framtíð inni vegna þess að hún býður ekki fram á landsvísu en hún fekk 0,4%. Það ekki sambærilegt við þessar hinatölur sem við erum að kynna hér til sögunar. En þessi lýðræðisflokkurinn þarna með 1,2% og í raun og veru sáralítið að hreyfast frá því sem verið hefur. Og svo erum við með vinstri hreyfinguna grænt framboð sem enn föst í þessu lága fylgi 3,4%. Það langt frá því sem að þar til þess að ná hann uppbótarmanni og það sem við höfum séð í kjördæmatölum bendir ekki til þess að þeir sé að ná inn kjördæmakjörnum manni en það getur allt breyst á stuttum tíma. Nú þá Píratar, þeir hins vegar skríða upp fyrir þessi 5% viðmiðunarmörk en bara rétt svo, þeir eru þarna í 5,5% og það má lítið bregðast hjá þeim í raun og veru til þess að þeir séu bara í stór hættu. Sama má segja Sósíalistaflokkinn, hann hefur reist sig svolítið undanförnu en hann að dala aftur, þarna bara rétt með 5,8%. Og svo það elsti stjórnmálaflokkur landsins, Framsóknarflokkurinn.
Hann að reisa sig með það sem verið hefur. Hann var lengst að bara alveg pikkfastur í rétt 5,5% eða þar bil. Fór jafnvel einu sinni niður fyrir þessi 5%, en hann þarna kominn í 6,4%. Svo kannski við sem að sjá þetta sem að framsóknarmenn hafa verið að segja okkur að þeir eigi mikið inni, að kosningaviljan þeirra sé gömul og gróin og kunni sitt fag. Þannig að við skulum sjá hvað gerist á næstu dögum. En þá erum við komin síðan að Flokki fólksins sem búinn að vera á nokkuð svipuðu róli, en hann að hækka sig töluvert frá kosningunum, þarna komin í 11,2% og við höfum fundið það kannski bara síðustu dögum að það hefur eitt og annað verið að bifast hjá þeim. Miðflokkurinn hefur hins vegar verið að láta svolítið undan síga undanfarna daga. Hann fór í talsvert meiri hæðir heldur en þetta en komin í 12%. Og síðan komið að Sjálfstæðisflokknum. Þar eru nokkuð tíðindi á ferðinni. Hann hefur ekki verið að mælast jafn hátt hjá prósenti eins og hjá hinum skoðanakönnunarfyrirtækjunum. Hefur farið niður í fylgi sem að sjálfstæðismenn segjast því bara ekki kannast við. En hann að bæta sig þarna milli vikna það bil 3% stig og það munar minna á lokasprettunum og ég viss að sjálfstæðismenn telja þetta vera vísi að einhverju fleiru. Og svo það lokafréttirnar. Viðreisn þarna að mælast með 17,6%. Hún virðist hafa stabiliserað svolítið í sínu fylgi og þegar ég búinn að kynna Viðreisn þarna þá kemur einhverjum óvart að efst gnæfir Samfylkingin og hún þarna í næstu 22% sem ekki, það það bil það jafnaðarfylgi sem það hafa verið með síðustu vikur og ekkert fjarri því sem við séð hjá öðrum fyrirtækjum. Þannig að mér segir svo hugur að þetta sé nú nokkuð nærri lagi stöðun í dag. En það staðan á laugardag sem að öllu skiptir. Skiptir öllu máli og hún mun mögulega ráðast hér í þessum ágætu kappræðum. Það ætlum við bara rétt að leiða mér að vona. Já. Við ætlum að fara á stað, við ætlum að byrja því að spyrja ykkur öll einnar og sömu spurningarinnar. Hún í raun stutt og laggóð og við viljum endilega svörin séu það líka. Við ætlum að spyrja ykkur hvaða 2 hluti eða 2 atriði verður helst kosið í kosningunum á laugardag og ekki nefna fleiri en 2 og við þurfum ekki sérstakar útskýringar á því hvað liggur þar að baki. Inga Sæland, þú byrjar. Já, það verður kosið efnahagsmálin, baráttuna gegn fátækt og húsnæðismálin. Þetta voru 3? Nei, efnahagsmálin baráttuna gegn fátækt. Kristrún. Já, það verður kosið efnahagsmálin og hvað flokkur hefur mesta trúveruleika í að stýra hérna efnahagsmálunum og síðan það heilbrigðismálin sem þetta risastór málaflokkur og jafnaðarflokkur setur það hátt á listan hjá sér. Bjarni Benediktsson. Jú, ég held að efnahagsmálin hafi verið öllum kjósendum mjög ofarlega í huga, vextir, verðbólga á niðurleið og þetta ríkisfjármálin tengd efnahagsmálunum. Þannig að það annars vegar það og svo hins vegar húsnæðismál málaflokkur sem hefur fengið mjög aukna vikt vegna þess að húsnæðisliðurinn hefur hækkað en það skiptir öllu að það náist nýtt jafnvægi, gera ungu fólki kleift að komast inn á húsnæðismarkaðinn, fá vextina niður, það nátengt og svo þessi listi mjög langur yfir forgangsmál en ég get svo sem tekið undir það sem sagt hefur verið. Þetta tvennt finnst mér standa upp úr. Þá förum við bara hérna alveg út á endan, Björn. Ég meina það húsnæðismálin þegar allt komið til alls. Það í rauninni stærsta efnahagsmálið sem við erum að glíma við akkúrat eins og þessi skortur á húsnæði á öllu landinu. Og svo það geðheilbrigðismálin, heilbrigðismálin almennt. Við þurfum að huga að okkur geðheilbrigði þjóðar í stærra samhengi. Svandís. Við erum að kjósa framtíðarsýn fyrir Ísland og að mínum mati erum við fyrst og fremst að kjósa það að fara með samfélagi áttina til jöfnuðar eða samfélagslegar aðgreiningar og mismununar. Þetta á við heilbrigðismál, húsnæðismál og alla þá málaflokkar sem hér hafa verið nefndir. Þetta svona bara grunnurinn að því hvert við viljum stefna. Þetta var ótrúlega stutt og laggott. Já, þetta var bara miklu heyrðu. Við vorum beðin það. Já, við getum alveg hlýtt til átum að stjórn. Við þurfum greinlega að vera með mikla málalengingar núna í næstu spurningum. En sko í framhaldi þessu, það auðvitað allir búin að vera að tala mikið það að það séu vextirnir og það séu verðbólgan og það þurfa að vinna að buga þessu. Og ég held að það sé nokkuð alveg samstæðan það. Ég heyri engan allavega anda við því.
En þær leiðir sem hefur verið að nefna, maður ekki að heyra henni mikið sko, ný ráð eða eitthvað öðru sem heldur að núverandi ríkisstjórn hefur verið að gera. Eða hvað, Inga, eru þið með eitthvað nýtt í pókahotninu? Nei, við erum með það eldgamalt. Ég er búin að mæla fyrir því 6 ár í röð að taka húsnæðisliðin út í vísitölu og það vita það allir sem hafa verið með mér á þingi. Það hefur verið lítill hljómgrunnu fyrir því en núna eins og kemur Bella í ljós. Það hefði í rauninni þetta ófremdar ástand sem við erum að takast á við núna vegna þess ófremdar ástands á hinum vængnum sem eru húsnæðismálin. Þá hefði þetta aldrei náð þessu flugi, verðbólgan og okurvextirnir, ef að hefði verið tekið utan og þá húsnæðisliðurinn einfallega tekin út úr vísitölunni eins og ég var að kalla eftir. Við byrjuðum árið 2020 þegar við sáum að verðbólgan var handan við hornið, að einmitt að vera í óundirbúnum fyrirspurnum við að ágæta Bjarna hæstvirtan ráðherra Benediktsson og þáverandi ráðherra Katrínu Jakobsdóttur það hvort virkilega ríkisstjórnin ætlaði ekki að reyna að minnstakosti byrgja brunninn áður en að skuldsett heimili og fyrirtæki myndu detta ofan í hann í ljósi þess að verðbólgan væri handa við hornið og hvað væri eiginlega til ráða og í rauninni fær maður bara góðlátlegt bros yfir því hvað allt nú bjart framundan og maður sé nú með óþarfa áhyggjur af engu og hér sé bara framtíðarskeið lágvaxta og ekkert annað og allir áttu að hafa það rosalega gott. Það sjá nú allir sem að í rauninni hafa augu og heyra allir sem hafa eyru. Hvernig það hefur nú tekist til. En nú var verðbólgan að mælast enn lægri en hún hefur gert margra missera skeið bara samkvæmt tölum í morgun. Ekki margra missera skeið, nei. 3 ára skeið. En allavega þá það ekki neinu að þakka sem að þessi fráfarandi ríkisstjórn hefur haft í pókahorninu því hún hendi náttúrulega inn handklæðinu fyrir mörgum árum og allir vita það. En það sem að gerast núna, ef að nú verið að tala um að verðbólgan sé 4,8%. Hún að mælast það núna. Hverslega grín það að Seðlabankinn hangir hér enn á 8,50% stýrivöxtum og bankarnir eru enn að mergsjúga hvern einasta blóðdrópa úr samfélaginu. Það bara skilið bara eftir hér gjörsamlega bara tóm skil. Það bara hver einasta króna sem að fólk með millitekjur og láglaunafólk, hver einasta króna soguð inn í græðgiskjaft bankana. Hvernig þetta leiðilegt? Inga, þú boðar margföldun á bankaskattinum. Það mun reynast almenningi væntanlega og fyrirtækjum mjög dýrkeypt því að bankaskatturinn verður í lok dags bara greiddur af þeim sem að greiða vextinn inn í banka. Hættu þessu bulli. Við ráðum algjörlega sjálf hérna sem erum löggjafinn hvernig við tökum á því verkefni. Bankarnir eru núna að fara að greiða sér og eru að hagnast núna þessir 3 bara á þessu ári 200 milljarðar króna í skatta í vaxtagreiðslum og þjónustugjöldum. Það sem að ég að boða þó svo að það legðu til tæplega 30 milljarða í okkar sameiginlegu sjóði verði þeim bara að góðu. Mér finnst bara algjörlega sjálfsagt að þessi græðgisít taki þátt í samfélaginu með okkur hinum á meðan við erum að reyna að róa fleytunni okkar farsalega í land. Bjarni, ert þú sammála þessari greiningu? Við höfum alltaf verið sammála. Já, við erum oft sammála við Inga. Ég reyndar ekki sammála því að bankaskatturinn hafi ekki áhrif á fjármálakerfið og viðskiptamenn bankana. Það er alveg augljóst að álögur og kvaðir á bankakerfið mun og endanum hafa áhrif á viðskiptakjör í landinu og við erum með sér íslenskan skatt sem að hér verið að tala um að hækka og ég hef lagt áherslu á að lækka og við lækkuðum hann einmitt hérna fyrir nokkrum árum í þeim tilgangi að það gæti skila sér út til viðskiptavinnuna. En nú erum við sem sagt á stað. Það gerði það nú bara samt vegna þess að það gerði það nú bara samt vegna þess að það liggja nú fyrir nýlegir reikningar það og úttekt á því hverju það gæti skilað að draga úr sér íslenskum álögum í vaxtamálum. Þú varst nú að senda viðskiptabönkunum tónin daginn? 200 milljarðar í Ég var að senda viðskiptabönkunum tónin fyrir að vera á þessum tímapunkti að vera að breyta verðtryggðum breytilegum vöxtum þegar að Seðlabankinn er nýbúin að lækka vexti. Það þarf að sýna svona samhug með þjóðinni þegar við erum öll að reyna að ná tökum á ástandi sem að við hljótum að vilja sjá þróast þannig að vextir komi niður. Hérna er það sem ég hef þennan málflutning að athuga.
skattar munu á endanum vera greiddir af viðskiptamönnunum. Í öðru lagi, til þess að ná árangri í verðbólgu samhengi, þá þýðir ekki að breyta bara mælingunni. Sko, það sem að mælingarnar voru að sýna var að húsnæðisverð var að hækka of mikið og það var vegna skorts á framboði lóða. Og þá skulum við ráðast á þá rót en ekki fara að fikta í hittamælinum fyrir verðbólgu á Íslandi. Og við erum að segja að það gengur ekki að við lendum aftur í svona skorts ástandi sem að keyrði upp húsnæðisverðið og nú reyndar aðeins að komast betra jafnvægi á húsnæðismarkaðinn en þetta er algjört grundvallar atriði og það þýðir ekkert að líta í hina áttina þegar húsnæðisverð að skjótast upp, þá dugar það heimilunum lítið og unga fólkinu í landinu að við höfum bara breytt hittamælinum það hvernig húsnæðisverð að þróast frá einum tíma til annars. Það þarf að greiða þetta húsnæðisverð þegar menn ætla að koma inn á fasteignamarkaðinn. Og svo má ekki gleyma því að við gerðum breytingar á húsnæðislið vísitölu neysluverðs í sumar sem var grundvallar breyting, löngu tímabær og tók of langan tíma að koma í framkvæmd en hún átti sér stað og það hefur haft jákvæð áhrif, mun halda áfram að hafa jákvæð áhrif, þannig að við höfum gert þá breytingu. Síðan ætla ég ekki að fara út í aðra umræðu sem það hvort að Seðlabankinn eigi að vera að horfa til húsnæðisliðarins þegar hann með sín verðbólgu markmið. Það önnur umræða sem ég held að við þurfum samt að dýpka. Gott og vel, en sko það er bara ein lítil spurning að bæta við til Bjarna. Nei, við skulum aðeins ykra með það. Sko, við spurðum hérna upphafi hver væru helstu mál sem að væri kosið vegna að manni finnst svolítið að þessi kosningabarátta hafi farið seint af stað og ekki öll verið á sama stað. En eitt af þeim málum sem að þó aðeins svona náði einhverjum hljómgrunni og menn voru að kýta hið sama, voru skattar. Þú varst nú fjármálaráðherra lengi. Ég man ekki hver mörg ár síðan. Það var á landsfundi Sjálfstæðisflokksins og þá greindir þú frá því að þú ætlaðir að ganga til kosninga næst og kynna þar áform myndarlega skattahækkanir. Hvar eru þessi áform? Ég sagði nákvæmlega á þeim tímapunkti sem fyrir rúmum 2 árum síðan þá sagði ég að leið og ríkissjóður að ná jafnvægi þá komin tími til þess að við lítum fram veginn og boðum myndarlegar skattalækkanir. Nú það svo að við höfum í millitíðinni fengið eldgos og ýmis önnur áföll fyrir ríkissjóð. En breytir því ekki að við erum að segja í þessum kosningum næsta verkefni að loka fjárlagagatinu og svo erum við með röð af aðgerðum sem allar eru í skattalækkana átt. Það eru aðgerðir sem að snúa bæði að erfðafjárskatti og tekjuskattskerfinu. Við erum að tala skattaafslátt fyrir unga foreldra með börn undir 3 ára aldri og við erum að tala að draga úr skerðingum í bótakerfunum og svo framvegis, afnema stimpilgjald fyrir íbúðakaup. Þannig að þetta allt saman aðgerðir sem eru til vitnis það að við erum valkostur við þá sem ætla að boða skattahækkanir, af því að í þessari kosningabaráttu tekist á það. Þarf að hækka skatta myndarlega til þess að auka ríkisútgjöldin svo að ríki geti sinnt sínu þjónustu hlutverki almennilega eða ekki. Mér heyrist að tala Kristrúnu. Að sjálfsögðu ég fyrst og fremst að beina orðum mínum að þeim sem hafa boðað mestu skattahækkanirnar. Kannski hún vilji... Ég meina þetta sami aðilinn búið að hækka skatta á venjulegt vinnandi fólk, ungt fólk og barnafjölskyldur 40 milljarða ef við horfum á hver vaxtakostnaður og vaxtagjöld fólks hefur verið. Þá voru skattar að lækka í dag. Það sem gerist í því ástandi þar sem fólk missir trú, traust og stjórn á ríkisfjármálunum að þú úthýsir þeirri ábyrgð til teknokrata, til ókjörna embættismanna í Seðlabankanum og fólk lætur eins og ákvarðanir Seðlabanka vegna ákvarðanarleysis í ríkisfjármálum hafi ekki áhrif á jöfnuð í landinu. Það hafa verið greiddir yfir 40 milljarðar króna og þetta tala sem kemur út úr þínu eigin fjármálaráðuneyti, Bjarni, af ungu fólki og skuldsettu fólki í landinu. Þetta ástæðan fyrir því að verðbólgan að lækka vegna þess að það búið að brjóta verðbólgun á bakinu á venjulegu vinnandi fólki og það ágætt að hafa það í huga að frá því að Bjarni tók við sem fjármálaráðherra 2013 þá hefur skattbyrði allra í landinu nema ríkustu prósentana hækkað. Skattbyrði allra þetta sína tölu svart á hvítu. Þannig að það liggur alveg fyrir hvernig áslutana hafi verið í hans ríkisstjórn. Kristrún, þetta nú bara, ég verð að fá að svara þessu. Örstutt. Já, í fyrsta lagi. Hér var verðbólga eins og í öðrum löndum og það alveg rétt að hún kostar verðbólgan og það slæmt að vextir skyldu þurfa að fara þetta hátt upp. En þegar við skoðum kaupmáttarvöxtin, hvað fólk hefur milli handana í lok mánaðar, þá sjáum við að teknu tilliti til vaxtagjalda heimilana, þá hefur kaupmátturinn verið að vaxa. Og þetta með að skattbyrði hafi vaxið
hjá lægri þeim sem eru neðarlega í launastiganum. Hvers vegna halda menn að það sé? Það er vegna þess að aftur og aftur hefur verið samið sérstaklega það að lægstu launin hækki mest. Og auðvitað þegar við erum með progressíft skattkerfi, þar sem þú borgar hærri skatta eftir því sem að launin hækka meira, þá gerist það að sjálfu sér. En skattalækkanir sem ég hef beitt mig fyrir eru núna að valda því að út í hagkerfinu eru 90 milljarðar skattalækkanir hjá fólki, hjá fyrirtækjum sem að ella hefur runnið til ríkisins. Já, en ef þetta rennur tilbaka í hærri verðbólgu sem endar á því ungt fólk borga fyrir þá skilur náttúrulega. Leifðu mér nú aðeins að tala, Bjarni, þú búin að fá þinn tíma. Þú talar fyrir hærri ríkisútgjöldum. Það liggur alveg fyrir að það þarf að loka fjárlagagatinu og þinni vakt þá stemdi í 9 ár af halla. Þetta skila sér í þenslu og verðbólgu sem venjulegt vinnandi fólk þarf að borga fyrir. Við höfum talað fyrir því í Samfylkingunni að koma á stöðugleikareglu í ríkisfjármálum sem gera verkum að verðbólgufróðinu sé ekki eitt. Kristrún, við erum að spyrja hér út í skattana og ríkisútgjöldin. Ykkur verður tíðrætt að það sé tekjuvandi hjá ríkinu. Það þurfi aukið aðhald á tekjuhlið ríkissjóðs. En þið talir líka að almenningur í landinu sé illa haldinn vegna þeirra byrða sem að byrja út af vöxtum öðru. Þið eru að fara að dempa á almenningi í landinu ef þið ætla að loka þessu fjárlagagati skattahækkunum ofan á skattahækkanir. Við erum hér í bakgrunni með forsíðu frá síðustu stjórn Samfylkingarinnar. Sú stjórn hækkaði skatta yfir 100 sinnum. 102, Andrés kann að telja betur en ég. Er það ekki bara það sem koma skal ef að þið ætla að láta kné fylgja kviði, loka fjárlagagatinu? Það er ekki það sem koma skal. Það er ekki það sem koma skal. Ég skal segja hér eins og ég hef sagt alls þar hans þar. Við erum ekki að fara að leggja álögur á venjulegt vinnandi fólk í landinu. Það kemur ekki til greina eftir þá stefnu sem hér hefur verið rekin. Það sem við erum að tala fyrir hóflegum og auðlindagjöldum fyrst og fremst, svo við getum farið í þá fjárfestingu sem þarf í samgöngum. Þau geta nú ekki verið mjög hófleg eða ætla að loka þessu stóra gati. Þetta snýst auðvitað ákveðna vegferð. Það ræðst allt á jaðrinum í ríkisrekstrinum og til þess að við komumst á stað í að draga úr sóuninni, til dæmis í heilbrigðiskerfinu, þar sem eru lélegir innviðir, þar sem verið að geyma fólk á spítalagöngum sem fimmfalt dýrara en í öldrunarþjónustu, þá þarf að byrja að fjárfesta. Allir sem hafa rekið fyrirtæki vita það að til þess að draga úr rekstrakostnaði, til að skapa verðmæti þarf að fjárfesta. Það hefur þessari ríkisstjórn ekki tekist að gera. Þannig að það kemur ekki til greina eftir allt sem hefur undangengi og það álögur sem hafa verið lagðar á fólki inn í landinu að það verið farið í skattahækkanir eða auknar byrðar á venjulegt vinnandi fólk. En það er bara ekkert langt síðan að þú varst í hlaðvarpi að tjá þig það það ekki hjá því komist að fara einhverja breiða skattstofna til þess að ná þessum peningum. Ég sagði ekki að það væri ekki hjá því komist. Ég benti einfaldlega á að þessi breiðu... Það var ekki það fyrsta, er það þá það annað eða þriðja eða hvað? Nei, ég meina, við erum bara með plan þar sem við erum með áætlanir sem eru full fjármagnaðir. Við erum eini flokkurinn sem hefur sýnt á spilin hvernig við ætlum raunverulega að gera þetta. Og við höfum bara ákveðið í svörum þetta. Aftur og aftur meðal annars í þáttum hér á vettvangi Morgunblaðsins. Við höfum valið og hafnað hvað við ætlum að ráðast í, vegna þess að við áttum okkur á því að það verður ekki farið í skattahækkanir á venjulegt vinnandi fólk. Þá þarf að gera minna. Við treystum okkur til að gera það. Ólíkt flokkum sem lofa hér þjónustu aukningu, aukinni fjárfestingu, samt skattalækkun, ætla sér að vextir lækka, verðbólgu lækka. Þetta er ástæðan fyrir við erum í því ástandi sem við erum í Ekki á venjulegt vinnandi fólk. Ertu þá að tala þetta EHF-gat sem þú myndist á? Þetta óvenjulega vinnandi fólk sem eru iðnaðarmenn. Já, við getum alveg farið aftur yfir það eins og ég hef gert í þáttum með ykkur. Ég skal bara segja þér það að Víðir okkar, hann er húsasmiður, Eydís okkar sem er í öðru sæti fyrir austan er hársnirtir. Við erum með Kristján Þórð, rafiðnaðarmann sem er að lista hjá okkur í Reykjavík. Eddi Pípari sem er á framkvæmdaplaninu okkar á forsíðunni. Það er engin flokkur sem er jafn mikið að iðnaðarmönnum og iðnaðarmenntuðu fólki í efstu sætum í Samfylkingunni. Þeir eru ekki bara að flýja úr þeim jobbum yfir í stjórnmál? Kemur ekki til greina að hækka skatt á þetta fólk. Þetta er útúrsnúningur. Við erum að tala efstu prósentur sem lifa fyrst og fremst á fjármagnstekjum og þar er vel svigrúm. Við reynir svona staðfesti það reyndar að þetta væri fólki sem ætti að skattleggja. Nei, hann gerði það ekki, Stefán. Það var útúrsnúningur. Við þurfum ekkert að hafa ágjörð af því. Ég segi það og skrifa hér. Svandís. Þið hafið svarað spurningum meðal annars hjá hagsmunasamtökum þar sem farið yfir það hvort að þið getið hugsað ykkur að hækka skatta og þið viljið að þið viljið hækka skatta á öllum sviðum, í öllum þeim flokkum sem að hægt er að krossa við. Það er nú bara horfir þannig við þér þegar þú byrjar að lesa þetta. Já, ég les frá vinstri til hægri. Já, en það sem að við erum að tala að það sé hægt að sækja verulegt fé til ríkasta fólksins í landinu.
og það hægt að gera það. Hvernig viltu gera það? Og það á að gera það með því að þrepaskipta fjármagnstekjuskattinum. Og hvað það eru nákvæmlega háar upphæðir, það útfærsluatriði, en við viljum bara setja þetta á borðið að við viljum fara í þessa átt. Vegna þess að okkur finnst mikilvægt að skattkerfið sé ekki bara hugsað sem tekjuöflunarkerfi, heldur líka leið til þess að jafna kjör í landinu. Við höfnum niðurskurðarstefnu og við tölum gegn því að það sé viti í því að ná jöfnuði í ríkisfjármálum 26, eins og nánast allir flokkar gera. Þolir ríkið enga hagræðingu? Vegna þess að það þolir alveg hagræðingu, en við skulum bara kalla hlutina sínum réttu nöfnum. Ef við erum að tala um hagræðingu í opinberum rekstri, þá erum við að tala um að segja upp fólki og draga úr opinberri þjónustu. Við erum að tala um að draga úr heilbrigðisþjónustu, við erum að tala um draga úr velferðarþjónustu, við erum að tala um að draga úr menntun. En Svandís, við höfum frægt dæmi frá Stokkhólmi þar sem að Björn Sóvika Íslendingur sagði upp mörg hundruð manns og bætti þjónustuna á spítalanum og jók afköstin. Þetta er ekki svona einfald mynd. Nei, Svíþjóð er nú ekki gott dæmi um það að enga aðilarnir hafi gert gott mót í almannaþjónustunni. Virtasta sjúkrahús í Evrópu. Þannig að, og sérstaklega er horft til þess hvernig almannaþjónustan hefur verið móluð niður í Svíþjóð að því varðar grunnskólana, sem eru svolítið svona síðasta vígið og manni finnst að ætti að bara passa vel. Já, ég get talað um heilbrigðiskerfi líka, en mér finnst bara mikilvægt að við áttum okkur á því að hér er fólk að jafnaði að tala um opinbera starfsmenn og almannaþjónustu sem vandamál, sem útgjaldalið. Ég vil tala um þetta sem það sem heldur samfélaginu saman. Þetta er kjarninn í því að samfélag virkar. Það þarf að fjármagna þetta. Það er í raun og veru, vil ég snúa þessu á hinn veginn, og ég veit að þú ert að vísa í ýmsa á hægri vagnum sem eru í raun og veru alltaf að segja við þurfum að byrja á verðmætasköpum og svo kemur velferðarþjónustan. En þetta er öfugt. Þú getur ekki farið í verðmætasköpun öðruvísi en að við séum með heilbrigðisþjónustu, að við séum með menntun, að við séum með velferðar og samfélagsgrunnin. Ísland var byggt upp á því að menn byrjuðu á því að búi til verðmæti og þá var hægt að fara að veita velferðarþjónustu. Þetta var ekki öfugt. Menn byrjuðu ekki á því að reisa sjúkrahúsin og fóru svo að ná í fiskinn út á. Alveg örugglega ekki þeir menn sem þú ert að hugsa um. Við vorum að tala um ólaunuð störf, meira og minna kvenna, sem að sáu það að taka á móti börnunum, hjúkra þeim sem voru veikir, kenna börnunum að draga til starfs og svo framvegis. Síðan fara þessi störf út á hinn almenna vinnumarkað og eru verðlögð mjög lágt og það er ennþá vandamál, ennþá dag í dag, vegna þess að menn eru alltaf bara að tala um hina mennina, sem að eru þeir sem að... Þú ert að tala um karlana? Ég er að tala um karlana sem að skapa meiri verðmæti heldur konur. Þetta er hugmyndafræðilegu vandi. Björn Leví, þið fjallið eilítið skattamálin inn í efnahagspakkanum hjá ykkur og þið eru reyndar bara á nokkuð svipuðum stað og Vinstri grænum margt. Þið nefnið að það þurfa að loka tilteknum skattaglufum, þið viljið fá réttlátara skattkerfi og sömulegis að byrðarnar séu færðar yfir á breiðubökin. En það að því að hann var að tala um Svíþjóð skulum bara færa okkur yfir til Noregs, þar sem að einmitt flokkssystkin Svandísar hafa nú verið svona að gera svolítið skurk í þessum málum, með þeim afleiðingum að það bara fluttist fólk frá Noregi, einmitt frumkvöðlar, ríkt fólk, fór allavega til Sviss og svo framvegis. Er það ekki áhyggefni ef það er einhver slík stefna sem er miðað að bara fertramar landsins rís ekki upp, heldur fara annað? Nei, alls ekki. Ég hef séð fyrirtæki flytja erlendis, fólkið fór ekki með og stofnaði fullt á öðrum fyrirtækjum og bjóð til miklu blómlegra atvinnulífi í kjölfarið. Ef að fólk er einhvern veginn að flýja skatta, þá er það ekki held ég fólk sem hefur endilega áhuga á að vera með í þessu samfélagi þegar allt kemur til alls. Svona bara hafa allavega þannig. Við ætlum að segja... Nei, það vill fara. Það vill ekki borga skatta og vill þá fara. Við erum að tala um það að fólk sé að borga sömu skattana. Kerfið er uppsett þannig að sumir eru í þeirri aðstöðu að geta greitt lægri skatta en aðrir. Við viljum að þeir geti borgið sömu skatta og aðrir. Það eru einungis þær hólur sem við erum að tala um. Andrés vísar hér í dæmi frá Noregi, ég get líka nefnt nýlegt dæmi frá... Já, ef að þetta fólk treystir sér ekki til að borga sömu skatta og allir aðrir og vill flýja af landi,
þá það bara þeim velkomið. Leyfðu mér aðeins að komast að. Við nefnum annað dæmi frá Bretlandi, nýlegt dæmi, þar sem að þessi stefna leiðir til þess að ríkissjóður hefur minni tekjum úr að spila. Þannig ef að markmiðið að auka tekjur til þess að byggja undir samfélagið, þá hlýtur þetta að vera arfavitlaus stefna, þó að ykkur sé illa við þetta fólk. Sé þið þveröfuga að gerast einmitt. Nei, ekki Bretland og ekki Noregi. Þegar hefur farið úr landi, að þá var starfsfólki sem var með rætunar hérna, var með börnin sín hérna í skólanum. Það hélt áfram að vera, það fluttist ekki erlendi. Við erum að nefna 2 raunhæf dæmi. Öll þekkingin hérna var til staðar og myndaði ný tækifæri. Þannig að það er markmiðið okkar að það sé sanngirni, að það sé ekki sumir í þeirra aðstöðu að borga lægri skatt en aðrir, bara af því að þeir eru með bolmagn til þess að sníða sér fram hjá einhverja lögfræðilega leið fram hjá sköttum. Þetta fólk sem borgar auðvitað miklu hærri skatta en mögulega eitthvað lægra hlutfall. Svandís Gjörðsson. Mér langar bara aðeins að bæta við að það er náttúrulega vandamál á öllum tímum þegar fólk flýr með peningana sína í skattaskjól og vill ekki taka þátt í samfélaginu. Og svo vil ég líka segja að samkvæmt skýrslu frá fjármálaráðuneytinu þá það staðan þannig hér á Íslandi að skattundanskot á Íslandi eru á annað 100 milljarðar og þetta er miklu stærra áhyggjuefni heldur en það að einhverjir ákveðið frekar að búa í Sviss en einhvers staðar annars staðar. Hvað hafið þið gert til þess að taka á þessu? Já, við höfum haldið þessu til haga í öllum okkar... Þið eru búin að vera í ríkisstjórn í 2 ár þegar við haldið á vinnumarkaðsráðuneytinu. Hvað hafið þið gert? Já, sko það er nefnilega þannig, Stefán, að þegar að vinstrið er sterkt, að þá gerum við góða breytingar. Þið hafið verið svo sterk að þið hafið verið með forsætisráðuneytið í 7 ár. Hvað hafið þið gert til þess að bregðast við þessu? Já, þú ert að svara annað spurningu. Hvað hafið þið gert síðustu 7 ár þegar vinstrið hefur verið sterkt? Ég er að segja þér það að þegar vinstrið er sterkt, að þá er samfélagið sterkt og við höfum komið á þrepaskiptu skattkerfi í þau skipti sem við höfum verið í ríkisstjórn. En þetta er ekki svar við skattundanskotaspurningunni. Hvað hafið þið gert til þess að bregðast við þessu miklu skattundanskotum? Þetta er mjög einföld spurning. Já, við höfum lagt áherslu á það í ríkisstjórn og utan ríkisstjórnar og við munum gera það hér eftir sem hingað til. Ég varð ekki vör við það að það væri mikill áhugi á því. Við leggjum líka áherslu á að það sé gott veður á Íslandi hér á Morgunblaðinu. Það hefnast ekki alltaf. Hvað hafið þið gert konkrét fyrst að þú leggur svona mikla áherslu á þetta? Ég tel að þetta sé mikilvægt inn í framtíðina. En hafi ekki verið það hingað til? Jú. En ok, Svandís, þú segir, sko, þegar að vinstrið er sterkt. Já. Núna, ég meina, þú sást skoðanakönnun hérna áðan og þú hefur náttúrulega fylgst með þeim undanfarnar vikur. Og þið hafi ekki verið að mælast sterk og raun og veru með að segja þið sama en Pírata, þið hafi verið að mælast veikar heldur en yfirleitt í aðdraganda kosninga. Er erindi ykkar að þrjóta eða hvað er máli? Ég meina, hvað til með Svandís, hvað hafið þið að bjóða góðum vinstrisinum umfram það sem að sósíalistar að gera? Já, ég ætla ekki að fara í einhvern samanburð á okkur og öðrum flokkum, heldur bara að tala um það sem að við höfum fram að færa og eins og hér kom fram þegar að farið var yfir tölurnar að þá getur ýmislegt gerst og við erum að finna að við erum að þokast í rétta átt að minnsta kosti. Við heyrum mjög mikið í fólki sem er einmitt að velta fyrir sér á þessum stað í kosningakerfinu hvar að mun síðan drepa niður fæti. Er það að koma heim? Það er reyndar mikið að koma heim og það er töluvert af fólki sem eru hreinlega með í framboði sem að hafði sagt skilið við okkur. Ég nefni Rósu Björk og ég nefni Sindra Geir fyrir norðan. Ég nefni ungt fólk, ungt baráttufólk fyrir loftslagsréttlæti sem að er hjá okkur í forystusætum. Þannig að það er það sem að við erum að sjá að bylgjan er að snúast í þá áttina. Við höfum alltaf verið með mjög skýrt samtvinnað vinstri sjónarmiðin, kvenfrelsi og náttúruvernd og umhverfismál. Það er mismunandi hvernig þessar áherslur liggja eftir flokkum. Sumir flokkar láta það alveg ógert að nefna kvenfrelsismál eða nefna mannréttindamál eða hvað þá náttúruvernd og tala fyrir stórfelldri orkuöflun á þess að tala um það að það sé mögulega á kostnað náttúru og umhverfis. Þannig að okkar sérstaða er mjög mikil og við finnum fyrir því að það er hljómgrunnur fyrir því og vonandi duga okkur þessir dagar. Ég meina, það getur allt gerst. En Björn Leví, þú ert í svipuðum sporum nema hvað að þið eigi ykkur ekki beinan keppinaut sem þið geti kennt ófarinnar. Samt sem áður hafi verið að blæða fylgi. Já, það er oft þannig þegar að efnahagsmálin verða þröng að þá þrengir það að eins og lýðræðismálunum og svona sanngirnismálunum og réttindamálunum og svo framvegis. Buddan er alltaf fyrst til þess að segja til sín þegar að atkvæði varðar. Það er bara einfaldlega þannig. Og núna erum við í þessari stöðu eftir
undanfarnar ríkisstjórnir að bara efnahagsmálin eru í dálítið hörku hjá fólki. Þar eru vissulega vextirnir og verðbólgan eins og talað hérna en þar líka svona ákvarðanir eins og fjármálaráðherra fyrir tók hérna varðandi bankana til dæmis að gera gríðarlega háa arðsemiskröfu á bankana sem voru í ríkiseign. Og þetta ekki neitt nema í rauninni... Hversu há svo arðsemiskröfu? Hún var einhverju, ekki með við ríkiseign. Hvað hún há? Hún var í kringum 10% þegar var tekin svo ákvörðun. Og þetta ekkert nema, hvatning til bankana til þess að vera með háa vexti og háþjónustugjöld sem ekkert nema óbein skattheimta. Það eru neytendur sem borga þessi gjöld. Þykir 10% arðsemiskrafa í 10% verðbólgu vera gríðarlega há? Þetta fyrir þann tíma. Þetta það sem kemur á stað verðbólgunni. Áður en að við fara út í söluferlið Íslandsbanka og þess aftar. Og ástæðan fyrir því að við erum í þessu verðbólgu ástandi verðtryggingin, þegar allt kemur til alls, sem gerir það að verkum að við getum ekki náð niður verðbólgunni á svona skömmum tíma. Hún bergmálar inn í hagkerfinu á meðan verðtryggingin til staðar. Þannig að við verðum að losna við hana og við verðum að ná líka stöðugum gjaldmiðli þegar allt kemur til alls. Hvernig það losna við verðtryggingin? Bara einfaldlega að gera það ólöglegu samningsskilyrði. Þegar allt kemur til alls þá það ekki flókið. Það líka gjaldmiðillinn, af því að gjaldmiðillinn hann misnotaður. Þegar það eru ársfjórðungsuppgjör hjá bönkunum eða þegar það koma erlendar fjárfestingar inn til landsins, þá hnikast gengi krónunar til. Það verið að hafa áhrif á hagkerfið í heild sinni hjá þessum aðilum sem hafa tækifæri til þess. Það hefur verið talað hérna núna, það hefur verið að bauna þá að ástæðan fyrir efnahagsástandinu væri skortur á framboð lóða. Það bull. Það mjög einfalt að fara í tölunar og skoða hvert framboð lóða og þá framboð íbúða á það. Og það er meira framboð á lóðum og þar af leiðandi íbúðum heldur en þú þörf sem til staðar. Lastu viðtalið í Morgunblaðinu við stærstu verktakarlandsins sem voru að útskýra hvernig lóðastefna Pírata í borginni? Við fengum samtöku iðnaðarins eins og húsnæðisþing hjá okkur Pírötum og þau sögðu okkur nákvæmlega þetta. Það ekki skortur á lóðum, okkar félagsmenn eru ekki með lóðir. Þau eru í skorti á lóðum, en heildarfjöldi í lóða ekki við í blaðinu í morgun eru með fullt á lóðum. Þeir segja það seljast ekki vegna þess að lóðurnar eru svo dýrar. Kröfurnar og kvaðirnar sem að borgin setur, Píratarnir og það ekki bara borgin sem vandamál hérna, þetta út út allt land. Við þurfum að byggja lóður út allt land. Fólkið vill búa í Reykjavík. En það ekki stefna stjórnvalda. Stefna stjórnvalda sérstaklega að hrúa ekki fólki á höfuðborgarsvæðið. Það yfirlýst stefna stjórnvalda. Ég veit en það samt stefna stjórnvalda og þetta afleiðingin af því. Þú boðar mjög stórtæka skattheimtu á lífeyrissjóðina og þú ætlar að taka 90 milljarða af lífeyrissjóðunum á ári hverju til þess að dæla inn í bótakerfin hjá hinu opinbera. Þetta eru fjármunir sem annars myndu nýtast sem skattpeningar fyrir framtíðar kynslóðir 40, 50, 60 ár fram í tíman. Hver segir það? Það bara nákvæmlega þannig sem kerfið virkar. Nei, það bara alránt. Ég fór inn á lífeyrismál.is. Leið mér að klára. Það ekki einfallega þannig að þið eru að nota framtíðar skattpeninga barnan okkar og barnabarna til að kaupa ykkur atkvæði? Nei, það ránt. Ég búin að mæla fyrir þessu í 6 ár? Vegna þess að það líka ránt sem Kristrún Frostadóttir segir þegar hún starfsmaður á plani og búin að vera með öll sín plön. Það algjörlega alránt að hún sé eini flokkunin sem ekki bara með einhverjar úrlausnir heldur líka hvernig hún ætlar að fara að því að framkvæma þar. Ég búin að mæla fyrir 17 þingmannamáli núna frá því að þingið kom saman 10. september, hvorki meira en minna og þar á meðal nákvæmlega frumvarpi það sem þú nefnir hér, Stefán. Ég fór inn á og ég hvet alla til að gera það. Vildi samt svo einkennilega til að maður fer inn á lífeyrismál.is þá loksins eru lífeyrissjóðirnir sjálfur farnir að birta hvað það kostar að reka þá. Bæði í sambandi við fjárfestingarnar inn í þeim og líka í sambandi við yfirbyggingu. Þú ert að svara annarri spurningu. 46,8 milljarðar af ógreiddu skattfé þessara einstaklingar sem þú ert að tala eru teknir í yfirbyggingu lífeyrissjóðana, fjárfestana og snillingana og luxuskökkunum upp á 20 milljóna. Það bara annað vandamál. Ég að svara þessari spurningu. Ég að svara spurningunni. Nei, þú ert að svara annarri spurningu. Nei, ég að svara spurningunni. Nei. Og staðreyndin svo að þegar við erum að tala að afnema undanþágu reglu lífeyrissjóðuna við staðgreiðslu skatta sem eina
eina báknið, ríkið í ríkinu raunverulega sem greiðir ekki staðgreiðslu af sínu lögþvingaða pínda 15,5% af tekjum fólksins í landinu. Þetta launastaðgreiðsla, það verið að fresta launagreiðslum fram í framtíðina. Þið látið mér að líta út fyrir að það sé að ráðast að nýjum kynslóðum alveg eins og við drepumst bara út þegar okkur er að fjölga um 20% á síðustu 5 árum. Það eru alltaf fleiri og fleiri hendur sem eru að vinna. Það eru alltaf fleiri og fleiri sem borga inn í sjóðina og það er alltaf bruðla meira og meira með peningan okkar. Það er verið að kaupa í flugfélögum, það er verið að kaupa í einhverjum eldfjalla umbrotasvæðum, það er verið að gambla með peningan okkar. Við erum fann að versla við sjálf okkar. Þetta ríki í ríkinu og öll þessi vernd í kringum það heitir spilling með stóru essi og punktur. Ég vil nota þetta til þess að hjálpa fólki sem á bátt í samfélaginu. En þú virðist gleyma því að á næstu 50 árum að þá á fólki á lífeyristökualdri það á eftir að þrefaldast. Þú þarft að eiga digra sjóði. Á eftir að 5-faldast inngreiðslurnar í sjóðin á sama tíma. Það verið að spá því að við verum orðið 600.000 hérna eftir þennan tíma sem þú ert að tala um. Þannig að það er alltaf verið að líta út fyrir hann feiti bara út lífeyrissjóðurinn sem á núna 8.000 milljarða og það verður bara ekkert eftir af honum. Þetta er alveg ótrúlegur, ótæmandi svelgur sem er að soga til sín stóra hluta af öllum tekjum launþega í landinu. Það er engir aðrir flokkar sem að taka undir þetta með þér. Er það gæðamerki eða ekki? Það er náttúrulega bara að sýna hvað við erum rosalega framsýn og klári því sem við erum að gera og hvernig við ætlum að fjármagna okkar hluti án þess að ráðast að því að pína fólki okkar meira í skattpíndasta landi. 40 milljarðar minna inn í lífeyriskerfið þýðir minni lífeyrisréttindi fyrir fólk. Það er bara þannig. Það þýðir ekki minni lífeyrisréttindi. Farið núna inn á lífeyrisegnir.is og þeir fjarlægðu töfluna. Þeir fjarlægðu í gær töfluna og földana, nú getur enginn séð þetta nema að fara í Seðlabankann. Ekki fara inn á þessa vefsíðu, haldið ykkur hér á mbl.is. Farið inn á vefsíðuna lífeyrismál.is og sjáu þið bara að fylgja út allar töflur frá því gær. Framtíðina eftir smástund. Eitt af því sem menn hafa verið að ræða bara allra síðustu daga varðandi framtíðina. Það vegna þess hvað að Samfylkingin og Viðreisn hafa reist sig í skoðanakönnunum, menn hafa verið að teikna upp stjórnarmeirihluta þar og svo framvegis. Þá hafa Evrópumálin allt í einu öllum á óvörum, meira að segja Kristrúnu á óvörum, þá hafa þau svona sprottuð upp. Þannig að ég vildi spyrja ykkur, ég vil ekki fá svör, ég vil fá einfalda handauppréttingu. Hverjir hér inni vilja einfalda... Nei, við fundum ekki prikinn. Bara já, nei, skjaldi? Nei, hverjir hér inni vilja endurnýja aðildarumsókn að Evrópusambandinu á komandi kjörtímabili? Það er ung spurning. Skiptir máli hvenær kjörtímabili? Þetta var spurningin. Nei, spurningin er bara... Þar kemur alltaf atkvæðagreiðsla undan. Við viljum bara í atkvæðagreiðslu. Já. Hvað kemur úr atkvæðagreiðslunni er bara það sem atkvæðagreiðslunni... Nei, vilt þú ert stjórnmálamaður, þú ert í framboði, þú þarft að segja kjósnum frá því, vilt þú að það veri lögð fram aðildarumsókn? Pólitík sem snýst pólitískan ómöguleika eða möguleika. Við erum með lýðræði hérna þegar það þjóðaratkvæðagreiðsla og bara förum við eftir henni. Þannig að þú ert ekki að segja kjósnum frá því, þú vilt segja kjósnum segð þú með. Þessi handaupprétting fór alveg... Já, við erum í fórnustu hlutverki hérna. Björn, hvernig myndirðu kjósa í atkvæðagreiðslu það hvort að ég haldi þetta vera... Já, ég myndi kjósa já. Þetta var góð spurning. Þá réttu þá upp höndina og hvernig með hinn? Viljið þið... Það spyrir mína persónulega skoðun eða hvað það þarf að gera fyrir hönd þjóðarinnar, fyrir það alveg stór munur. Ég vona að það fari saman. Ég ekki í pólitík fyrir sjálfa mig, Stefán, ég í pólitík fyrir fólki hérna úti og það skiptir máli hvernig niðurstaðan frá þjóðaratkvæðagreiðslu. Það vill vita hvernig þú bregst við. Já, ég meina það þarf vilja á þingi. Það vita allir sem mig þekki og sagt þetta við að ég hef alltaf verið Evrópusinni, en ég vil auðvitað sjá hvað kemur út úr svona aðildarviðræðum. Samfylkingin vill til lengri tíma að við förum í þessa vegferð. En ég vil líka sagt, ég vil ekki standa frammi fyrir því að vera með klofna þjóð á næsta kjörtímabili. Hvað ef við fáum þá niðurst upp úr kassanum 52-48 já? Hvað á maður ef maður í forystu fyrir ríkisstjórn að gera þegar þú fær svoleiðis niðurstöðu? Það er heldur ekki góð niðurstaða. Við eigum að taka umræðuna, við eigum að færa þetta út í feltið, taka þetta aðeins af pólitíska sviðinu. Þú vilt forðast umræðuna, þú vilt aðrir sjá hana. Ég vil að verkalýðshreyfingin geti verið einhuga þetta, að atvinnurekendur geti verið einhuga þetta. Það er það sem Svíar gerðu
gerðu á sínum tíma og þegar þeir fóru þá í þjóðaratkvæðagreiðslu þá voru þeir á betri stað. Þetta er ekki óraunsætt. Þú ætlar ekki að svara því hvort það er að fara í aðildarviðræður fyrir að þú ert búin að sannfæra alla þjóðina það. Nei, en það er munur á 52-48, Stefán. Hvar mega mörkin liggja? 70-30, það eru mörkin. Það þarf að vera vel yfirgnæfandi stuðningur fyrir svona vegferð, já eða nei. Og þetta er óháð því hvað skoðun ég er með. Við höfum ekki efni á því núna að fara inn í næsta kjörtímabil og ætla að byrja að ráðast í stóru verkin og byrja strax að kljúfa þjóðin í tvennt. En þjóðir kjósa sér forystu stundum munar það litlu, það er einfaldlega lýðræði, það er ekki hægt að gera kröfu til þess að það sé einhugur. Já, en munurinn á eingöngu í Evrópusambandsaðild og öllum öðrum breytingum er að þetta er langvarandi breyting. Þetta er ekki eins og að breyta skerðingum eða greiðslum í fæðingarorlofssjóð. Við sjáum það nú í Brexit, það er ekki auðvelt að labba út úr Evrópusambandinu. Ef þú ferð inn, þá ert þú að fara inn fyrir langan tíma og þú verður að taka tillit til fleiri en bara þennan kjósanda. Vilt þú ganga í Evrópusambandið? Ég vil sjálf ganga í Evrópusambandið, já. Bjarni, þér hefur nú í gegnum tíðina snúist hugur í þessum málum? Nei, það er bara rangt hjá þér. Þú vildi taka upp evruna á sínum tíma? Það lá fyrir þinginu tillaga um að sækja aðild að Evrópusambandinu. Ég greiddi atkvæði gegn henni og við stöðvum aðildarviðræðurnar. Ég hef aldrei talað fyrir inngöngu í Evrópusambandið. Þannig að þessi hugmynd það að við getum bara kastað þessu út til þjóðarinnar og síðan skipta engu máli hvort að það sé meiri hluta stuðningur við það á þinginu að leiða viðræðurnar til lykta, hún er auðvitað galin. Það hefur hvergi gerst að menn hafi reynt að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið án þess að ríkisstjórnin væri þannig samsett að hún stemdi á inngöngu. Menn geta bara rétt ímynda sér hvernig viðræður muni ganga ef að menn segja, já, heyrðu, við fengum þetta verkefni en við höfum þetta enga sannfæringu. Ég get bara lofa fólki því sem er að fara að kjósa núna um helgina. Ég mun berjast gegn því að það veri sótt aðild að Evrópusambandinu. Ég mun berjast fyrir því að menn fellist líka tillögu ef hún fer til þjóðarinnar, vegna þess að við erum stjórnmálaflokkur með skoðun á þessu máli. Við teljum að þjóðinni farnist best utan Evrópusambandsins og við berjumst fyrir þeirri niðurstöðu. En við vísum því ekki bara frá okkur og segjum, já, það er slæmt að fá ekki að vita hvað fólki finnst. Við erum stjórnmálaflokkur með skoðanir, með hugsjónir, með einhverja sýn fyrir þjóðina og það snýst Evrópusambandsumræðan og verður alltaf að gera. Og ef menn klikka á þessu, þá lenda menn í sömu stöðu og Vinstri græn gerðu hér 2009 þegar þau fóru í aðildarviðræður án þess að raunverulega vilja það. Og menn sáu hvernig það fór. Engin þjóð sem hefur verið í EES hefur verið að vandræðast jafn lengi með aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og Ísland. Það er að hafa allar klárað viðræður á svona 18 mánuðum. En þessi vegferð sem að þau lögðu af staði var klúður frá upphafi til enda og það var engin niðurstaða. Fengum ekkert konkrétt úr neinu. Bjarni, það var Samfylkingin sem að feldi tillögu mína að fara fyrst í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú talar um flokk með skoðun, Inga. Það er stundur sagt að þú sért flokkur fólksins. Hver er afstaða flokks fólksins í þessu? Flokkur fólksins. Ég er formaður flokks fólksins. Nei, við viljum ekki fara í ganga í Evrópusambandið. Akkur ekki? En við munum ekki hafna því að þjóðin eigi alltaf síðast orðið, en við viljum heldur ekki að sé farið að greiða atkvæði aðildarviðræður á næsta kjörtímabili. Þannig að, nei, ég tel að okkur sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Ég veit ekki betur heldur en að þar sé mun meira atvinnuleysi og að margan hátt þó að sum lönd séu að standa sig vel, að þá eru við heilt yfir að standa okkur betur. Ég vil bara fullveldi okkar 1944 urðu við loksins lýðveldi og fengum okkar fullveldi 1. desember 1918, þannig að ég segi bara einfallega, mér finnst nú bara enga veginn tíma bært að ætla að fara að fórna því öllu, 1, 2 og 3, ég vil bara halda áfram að vera sjálfstæð og stór og sterk og falleg þjóð. Við skulum tala aðeins inn í framtíðina eins og þú varst að gera áðan. Þú sást 20.000 ferskra skattborgara í framtíðinni, en nú hefur það gerst á undanförnum árum að samsending landsmanna, hún hefur breyst mikið og undra skjótt og hún gerði það nánast stjórnlaust í raun og veru. Það var ekki teiknað upp og það var engin sérstök atvinnustefna eða neitt slíkt sem þar lá að baki. Við höfum líka hort upp á það að þær tölur sem við fáum frá segjum Hagstofunni eða Þjóðskrá, þær eru ekki allar eins áreiðanlegar og ef við horfum á mannfjöldaspár Hagstofunnar að það hefur komið í ljós aftur og aftur að þær eru allt of dræmar. Það er að segja, við höfum farið hvað eftir hana fram úr hásbáni. Og ef við horfum á hásbána og horfum bara 10 ár fram í tíman, ekki lengra, að þá erum við samt sem ára að tala um það að það verið 500.000 manns sem eru búsettir hér á Íslandi. Og ef við horfum 20 ár fram í tíman, þá erum við að tala um að það verið 600.000 þá.
Megnið af þessu fólki verður að líkindum af erlendu bergi broti ef þetta gengur eftir. Hvernig sjáið þið þetta fyrir ykkur að þetta bregðast við þessari þróun varðandi mitt húsnæðismál? Ég meina við erum í bölvuðum vandræðum eins og sakir standa. Hvernig má bregðast við þessu? Atvinnustefnu, hún í lagi til þess að takast svona lagað á hendur? Ég var að byrja hér á þessum endanum. Já, hver þóru fyrst? Björn. Já, Björn endilega. Ég talaði það í... Ég var svo spennt að tala með Evrópusambandið en alltaf leið. Þó nokkuð tíma sko að við þurfum að hugsa aðeins lengra fram í tímanu. Við þurfum að skipuleika hvar mun 500.000 Íslendingar búa á landinu. Hvar mun 1.000.000 manns búa á landinu. Og við þurfum að sjá það fyrir okkur. Til þess að geta farið í uppbyggingu fyrir mannfjölda á borðið 500.000 og 1.000.000 í kjölfarið. Við þurfum að hugsa á jákvæðan hátt gagnvart fólki sem kemur hingað að leita sér að tækifærum, tímalaust, því að það almennt séð duglegt fólk sem rífur sig upp með rótum og flýr eða flytur til annarra landa. Við horfum áhyggjur af íslensku þjóðmenningu. Íslendinga til dæmis sem fóru hérna frá Íslandi. Það ennþá Íslendingar í hjarta þar úti. Það harðdulegt fólk sem lítur á sig líka sem kandamenn eða Bandaríkjamann. Þeir lærðu tungumálið? Já, algjörlega. Hérna hafa menn einmitt miklar áhyggjur af því. Hérna hjálpum við fólki ekki að læra tungumál. Það ætti að sjálfsögðu vera fyrsta verkið okkar að taka vel á móti fólki. Hérna getur lært íslensku, hérna færðu tækifæri til þess að vinna. Okkur reyndir ekki að ganga neitt sérstaklega vel að kenna íslensku, þannig að það önnur saga. En Svandís, ég meina, hefur þú áhyggjur af til dæmis þessum miklu breytingum sem að verða og kunna verða enn frekari á segjum þjóðmenningu, þeim gildum sem við höfum tæmað okkur hér og svo framvegis? Sko ég held að því að þú nefndir sérstaklega húsnæðismálin þegar þú varst að tala þessa miklu breytingu og við erum í raun og veru að tala hraðari mannfjölgun hér núna á undanförnum árum heldur en við höfum séð áður á 10 ára tímabili frá því að við byrjuðum að telja hausa hér á Íslandi í byrjun 18. aldar. Og þessi mannfjölgun hún hefur áhrif á alla okkar innviði og öll okkar kerfi en það sem ég held að skipti öllu máli núna að horfa til þess hvar inn í kerfunum okkar þessar áskoranir lenda helst. Og í mínum huga þá snýst þetta fyrst og fremst krakkana. Þetta snýst fyrst og fremst börnin, fjölskyldurnar. Vegna þess að fólkið sem að vinna með þessar samfélagsbreytingar alla daga frá morgni til kvölds eru leikskólakennarar og grunnskólakennarar og fólk sem að allt í einu komið með miklu fjölbreyttari menningabakgrunn, fjölbreyttari stéttabakgrunn, fjölbreyttari tungumálabakgrunn inn í kennslustofuna eða leikskóladeildina heldur við höfum áður séð. Og þetta þýðir það að þessar stéttir þurfa loksins að njóta sannmælis í sínum kjörum og fara með virðismat inn í það að vega og meta þeirra framlag vegna þess að það þarna sem að hitinn í þessari samfélagsbreytingu og ef við horfum ekki til þess að þá eigum við á hættu að samfélagi gliðni ennþá meira en orðið og það rosalega dýrmætt að þessi samlóðun sem í samfélagi. Í þessu kalda og harðbýla landi þá þurfum við vantilega fyrst að huga því hvar fær fólki húsaskjól. Því að við erum ekki á góðum stað í dag. Þið að horfa langt fram í tíman. Heil 10 ár, það ekki. Nei, já, eða lengur, 20 ár. Sko, ég bara spenntur fyrir þessari framtíð. Ég spenntur fyrir því að við getum vaxið upp í að vera 500.000 einn daginn og 600.000 eitthvað lengra inn í framtíðina. Við verum sterkara hagkerfi, við verum fjölbreyttara land. Við þurfum auðvitað að styðja íslenskar ungar fjölskyldur til þess að stofna heimili og eignast börn. Það áhugjefni að fæðingartíðni hafi lækkað, þess vegna erum við með sérstakar áherslur stuðning við ungar barnafjölskyldur, afnám stimpilgjalds vegna fasteignakaupa og aðrar aðgerðir sem að gera það spennandi að stofna fjölskyldu á Íslandi. Við þurfum að endurheimta það vegna þess að það hefur dregið of mikið á Íslandi eins og annars staðar úr fæðingartíðni. En að lýsa yfir einhverjum sérstökum áhyggjum af því að við einn daginn verðum 500.000, það ekkert sérstakt ágefni. Svo lengi sem að vöxturinn bara jafnt og þétt í rólegheitum að skila sér. Okkur hefur fjölgað 20% síðan 2018. Hagkerfið vaxið 3,5% á árið að meðaltali síðustu 10 ár. Húsnæðiskerfið í miklum herpingi, menntakerfið í herpingi, Landspítalinn löngu sprungin. Já, þetta allt áskoranir, það alveg rétt. Þetta eru vandamál. Já, þetta eru áskoranir. Lífskjör á Íslandi, mæld bara í kaupmætti launa og aðra slíka mikilvæga mælikvarða eru bara að koma vel út í samanburði.
kaupmáttur lægstu launa á Íslandi, borið saman við lægstu laun í öðrum löndum, kemur mjög vel út. Það þýðir ekki að segja fólkinu sem liggur á göngum bráðamóttökunar þetta. Nei, sko, eða fólki sem hefur ekki húsaskjól. Ef þið eru með þá kenningu að við getum ekki vaxið upp í 500.000 á þess að allt fari handaskólum, þá er ég ósammálaðni. Við þurfum hins vegar að vanda okkur. Og ef að það er að gerast fyrir vöxt efnahagslífs sem er að kalla til landsins mikla aukningu í vinnandi höndum, þá já, það er allt rétt sem að sagt hér, þá eigum við allt undir því að okkur takist að hjálpa því fólki að aðlagast vel okkar samfélagi, skilji gildin sem að íslenskt samfélag sprettur upp úr og við séum með tungumálakennslu og þessa færni í skólanum sem Svandís réttilega bendir á að verður að vera til staðar. En við erum bara þegar komið langt þennan veg. Þetta sá ég bara þegar pabbi kvaddi núna í september. Þegar maður fer inn á spítalanum, maður sér vinnandi hendur. Spítalarnir væri ekki að fungera í dag ef það væri ekki fyrir vinnuafl sem hefur komið til landsins og er að hjálpa okkur að halda kerfunum gangandi. Það er bara alveg augljóst að sama hvert þú ferð Ísland. Og þetta gildir ekki bara þegar þú ferð inn á veitingahús því að það er oft nefnt. Þetta er víða í hagkerfum þar sem að þetta fólk er að hjálpa okkur að stækka hagkerfið og styrkja Ísland og gera það fjölbreyttara. Samt sem áður, þá hefur nú verið svolítið svo ásýnd að stjórnvöld hafi svolítið mist tökin á þessu. Bara svo staðreind húsnæðismarkaðurinn, það er alveg rétt. Húsnæðismarkaðurinn, tölfræði fjölda fólks hérna, við náttúrulega höfum ekki rætt hælisleitendamálin sem að drögum þá rétta lærdóm af því, gerum úrbætur á því sem að við höfum ekki verið með nægilega góða stjórn á og höldum áfram. Og í því sambandi þá þurfa að vera til staðar byggingarhæfar lóðir. Það þýðir ekki verið með lóðir inn á einhverju skipulagi sem ekki eru byggingarhæfar. Þinn flokkur ber ábyrgð á því að það hefur dregið mjög úr byggingamagni í Reykjavík. Það er alveg augljóst út frá öllum mælikvörðum og tölum að þetta virkar ekki í Reykjavík. Hvernig ætlið að bregðast við þessum vanda, þessari fólksfjölgun, fyrst að þið berið ábyrgð á allt og litlu húsbyggingamagni í borginni? Mér langar fyrst aðeins að fá að bregðast einmitt við fjölgunni vegna þess að það liggur alveg fyrir eins og allir hafa sagt hér að hér hefur verið fólksfjölgun langt umfram allar spár. Og það skiptir ofboðslega miklu máli að stjórnmálamenn eiga að hafa skoðun á því hvernig atvinnulíf byggist upp. Það þýðir ekki að velja atvinnugreinar. En atvinnustefna skiptir máli nákvæmlega út af því sem þið eru að tala um. Vegna þess að vissulega er þannig að það er fólk í ákveðnum störfum, í umönnunarstörfum, hérna innanland sem er að sinna okkar veikasta fólki, sinna börnunum kannski og þar munum við alltaf þurfa vinnandi hendur. En við þurfum að hafa skoðun á því líka hvernig útflutningsgreinar við veljum. Vegna þess að ef við veljum greinar sem eru lágframleiðni greinar, þá lendum við því að við erum með fleira fólk fyrir minna verðmæti sem er skapað og það reynir meira á innviðina. Atvinnustefna skiptir máli varðandi ívilnanir, varðandi skattalega hvata, það er verið að taka svona ákvarðanir í pólitíkinu hverjum einasta degi. Viltu hægja á ferðageranum? Við höfum talað fyrir því að við eigum að fókusa á hagvöxt á mann. Hagvöxtur, absolút, segir ekki neitt vegna þessar miklu tölur sem Bjarni er hér að tala um. Ástæðan fyrir að fólk finnur ekki fyrir þessari veislu er að það finnur þrenginguna sem fylgir því að hagvöxtur hefur miklu meira en hagvöxtur á mann og já, það reynir á ákveðna þætti. Hagvöxtur á mann samt sterkur. Það sem er vandi hér í kerfinu og ég hef áhyggjur af sem jafnaðarmanneskja og jafnaðarkona, það sem ég hef áhyggjur af er að við erum að skapa nýja undirstétt á Íslandi þeirra sem þjóna og þeirra sem fá þjónustu. Það er fólki sem að kemst ekki í húsnæði í borginni. Við erum að verða því miður að eins konar Dúbaí norðisins hvað þetta varðar, að við erum með fólk sem talar ekki tungumálið, er að sinna láglaunastörfum sem Íslendingar vilja ekki sinna og eiga bágt með að fylgjast með sínum réttundum. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að við höfum það í huga að fólk er fólk, ekki bara vinnuafl sem hingað kemur. Þess vegna skiptir máli að þau störf sem séu sköpuð séu hálaunastörf sem fólk getur lifað á hérna í Íslandi. Þú vilt ekki fá láglaunafólkið sem að þú ert að vísa í? Nei, punkturinn minn er, við skuldum þessu fólki að vera með störf sem fólk getur lifað á. En ef ég skil þér rétt, þú vilt bara fá til landsins útlendinga sem eru í hálaunastörfum. Það er ekki það sem ég er að segja. Punkturinn minn er þessi. Við eigum að velta því fyrir okkur hvers konar tegundastörfum við sem hálauna hagkerfi sköpum. Skalt ekki vera að snúa út úr Stefanina, þú veist alveg hvað ég á við. Við erum að tala um framleiðni, það er það sem allir stjórnmálaflokkar eiga að vera meðvitaðir um. Varðandi Reykjavíkurborg, þá getum við alveg farið aðeins yfir það vegna þess að þessar kosningar virðast vera sveitarstjórnarkosningar hjá Sjálfstæðisflokknum, en það er allt í lagi. Sko það er þannig að 36% af íbúum landsins búa í Reykjavík, 40–45% af þeim byggingum
byggingu sem hafa risið íbúðum hafa verið í Reykjavík. 80% af óhagnaðardrifnu húsnæði undanfarin ár hefur risið í Reykjavík. 18% vöxtur í Reykjavík, 30% í öðrum sveitarfélögum. Sveitarfélögum sem hefur gert þetta blessaða ramm- og samkomulag við ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og þessa ríkisstjórn sem er mikið talað um þetta. Það miklu minni vöxtur í Reykjavík. Þú þekkir tölurnar, Kristrún. Það skiptir miklu máli líka að í kosningum til landsmála að fólk taki þá til greina hver þeirra eigin ábyrgð er. Það er þannig í dag. Ég vil bara spyrja út í þessa tilteknu ábyrgð. Það vita allir að það er kostnaðarsamt að þenja út byggð. Þess vegna til dæmis er Árborg sem er núna undir völdum Sjálfstæðisflokksins að hækka útsvar afturvirkt á fólk. Inga Sæland, þess vegna á ríkið að við ætlum að hleypa Ingu Sæland hérna að rétt í lokin því að við erum brunnin út á tíma. Inga, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Má þú tala á þessu grípi fram í fyrir mér? Ég skal sjá það þessu sinni. Ég varð að segja þetta. Það sem við erum að horfa upp á núna, það er einfallega það að það er nánast ekki hægt að snerta á einni einustu innviðastoð í samfélaginu öðruvísi en við sjáum það og viðurkennum það að hún stendur á brauðfótum. Það eina sem stendur hér styrkt, það er stórútgerðin og bankarnir og lífeyriskerfið náttúrulega. En að öðru leyti þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að við getum ekki endalaust verið að taka á móti fólki þegar skortir í rauninni húsnæði, þegar skortar í rauninni alla innviði. Við verðum að byrja á því að gjöra svo vel að styðja við og styrkja okkar innviðastóðir og þegar kemur að vinnandi afli í landinu þá hef ég oft velt í fyrir mér þegar hingað er að koma fólk sem er að leita hér alþjóðlegri vernd og þarf að bíða hér mánuðum saman og bíða vist 900 einstaklingar eftir að fá já eða nei svar hjá Útlendingastofnun. Ég velti fyrir mér hvaða snillingar fengu það út að það væri betra að hafa þessa einstaklinga í einhverjum biðsal stjórnvalda á kostnað stjórnvalda en að gefa þeim kost á því að taka þátt í samfélaginu og vinna á meðan í stað sem vera að flytja hérinn farandverkamenn, langeibanir, jafnvel í 3 mánuði sem greiða hvorki skatta eða skyldu til samfélagsins heldur og hópnum skiptu út og nýr kemur í stað. Eitt punktur af því ég nú búin að tala svo rosalítið, eitt punktur enn, þá ætlum ég að benda á þetta. Fólkið okkar, eins og til dæmis við erum að tala um láglaunastörf og í þjónustustörfum. Gamall maður sem liggur hér hann er á hjúkrunarheimili Hrafnistu hér á Sléttuvegi, hann grætur yfir því að hann langar heim til Íslands. Hann heldur í alvöru að hann sé í útlöndum. Af því að fólki sem er að sinna honum af þeirri alúð sem það getur gert, það getur ekki tjáð sig við hann á íslensku. Þetta er algjörlega til vansa fyrir samfélagið. Við erum að taka utan um þetta fólk og hjálpa því að tala íslensku ef við viljum gefa því kost á því að taka þátt í samfélaginu. Inga Sæland, en það er uppselt. Þetta eru loka orðin í þessum þætti. Björn Leví, Svandís, Bjarni, Kristrún og Inga. Gangi ykkur vel á loka sprettinum, þið eigið aðeins örfá klukkustundin til stefnu til að afla fleiri atkvæða. En það er ekki allt búið hér ennþá vegna þess að við ætlum að gefa boltan yfir til kollega okkar Hermanns Gunnarssonar og Andreu Sigurdóttur sem ætla aðeins að fara yfir það sem hér kom helst fram. Hvað stóð upp úr, hvað vantaði? Og eftir örfá mínútur komum við svo aftur hérna og með þá leiðtogana 5 sem eftir eru. Fylgist þið með. Já, þetta var heldur betur líflegt. Ég heiti Hermann Nökkvi og er blaðamaður á Morgunblaðinu. Og ég heiti Andrea Sigurðardóttir, fréttastjóri viðskipta hér á Morgunblaðinu. Hermann, hvað fannst þér standa upp úr? Já, byrju bara það sem að kappræðarnar byrju. Þetta var auðvitað spurt hérna hver eru 2 mikilvægastu málin. Og við sáum það að það voru efnahagsmálin, það voru heilbrigðismálin, það var nefnt auðvitað húsnæðismálin, Svandís kom aðeins inn á jöfnuðinn. En það má í raun segja það vantaði eitthvað mál svona með hvernig umræðan var fyrir einhverjum mánuðum síðan. Já, í aðdraganda stjórnarslita þá fór ansi mikið fyrir útlendingamálum og orkumálum og má í raun segja að þessi 2 mál hafi mögulega gengið frá þessari ríkisstjórn en þau komu bara ekki fyrir í þessum kappræðum. Nei, töluðu eitthvað aðeins undir lokin smá svona varandi innflytjendamálin en síðan er þetta bara mismunandi eftir hvert statur á landinu. Man fór á Suðurlandi í gær og 400 manna kappræður oddvitana þar og þar maður ekki frá því að 30% tímanum hafa farið í útlendingamál og líka auðvitað minnst á útlendingamálin. En við sáum auðvitað í byrjun kappræðuna og það fór 3 hluti eiginlega rökræður á milli Bjarna og Kristrúnar. Já, þau tókust aðeins á sérstaklega skatamálin. Bjarni stilti Sjálfstæðisflokknum upp sem valkosti gegn skattahækkunum og Kristrún var nú ekki allskostar, hamingjusöm með þá líkingu. Nei, hún hafnaði því bara alfarið að Samfylkingin myndi hætta skattbyrði á almenning. Já, og hún nefndi það líka að skattar hefðu hækkað,
á alla nema þá ríkustu í raun og veru og sérstaklega á lægstu hópana. Já, og þá sagði Bjarni náttúrulega, já, launin eru bara búin að hækka og þá hækka náttúrulega skattbyrðin einhverju leyti. Björn Leví svona aðeins komin í skattaumræðuna, vildi skattleggja aðeins meira þá sem að höfðu meira á milli handana og svona í að því að hún var alveg sama, þau myndu bara flytja úr landi. Svandís kom auðvitað og tjáði sig svona líka og fór svo sem ekkert svakalega mikið fyrir henni í þessum kappræðum, myndi maður segja, en hún talaði fyrir ríflegri fjárfestingu í velferðarmál, í heilbrigðismál, í menntamál og sagði að það yrði engin verðmætasköpun í landinu á þess að fjárfesta í velferð. Það sem kannski maður tók svolítið eftir var, tók Inga Sæland kemur inn að krafti en síðan einhvern veginn sá var hann ekki bara í svolítið tíma, sko. Já, hvar var hún? Maður var fann að spyrja sig hvort það væri bara 4 þarna, en svo kom hún inn og þá kom hún sannarlega inn af krafti og hérna þegar það verið að ræða lífeyrissjóðamálin og það fekk fátt að stoppa þegar hún komst að flug með það. Ja, þetta var áskorun fyrir Stefán og Andrés, þetta verður bara viðurkennast. Já, en hún sem sagt í raun og veru hafnar því að hún sé að sækja í sjóði lífeyrissjóðsins á kostnað framtíðar kynslóða sem að, Stefán Einar beindi slíkri spurningu að henni. Það sem að vakti líka, ég meina það var auðvitað, þeir reynda að fara í handauppreikningu, svona skemmtilegt, það var skemmtilegt í forsetakosningu, þá sáðu þetta gerast kappræðunum þar hjá Morgunblaðinu. Þá tók allir þátt, svo var ekki búið teiningnum núna. Nei, það einmitt setti þá sá maður svona dálítið afgerandi þegar að fólk var hikandi eitthvað málefni. Þetta er dálítið sniðugt fyrirkomulag, þetta þvingar fólk dálítið til þess að taka afstöðu til málefna sem að það kannski hefur almennt forðast að taka afstöðu til. Og það er kannski engin tilviljun að ESB-spurningin varð fyrir valinu þar og það var nú heldur betur uppi fótur og fit meðal formannana þegar þessi spurning var borin upp með þessum hætti. Algjörlega, og við höfum séð að Evrópumálin svona undir lokin, sérstaklega síðustu vikuna, hafa orðið svolítið stórt mál. Það er auðvitað Guðbrandur Einarsson, oddviti Viðreisnar í Suðurkjördæmi, sagt að þetta yrði krafa fyrir nýrri ríkisstjórn eða Viðreisn færi inn í ríkisstjórn og svo sagði hann að vildi ríkisstjórn Viðreisn, Pírata og Samfylkingarinnar. Við sáum svona, Kristrún var svolítið hófsöm í sinni afstöðu en svona ef maður telur upp hvernig þeir voru spurð síðan beint, hvað myndirðu kjósa ef að þú þyrftir að greiða atkvæði um inngöngu og þá var þetta Björn Leví á Pírötum, vildi gangin í Evrópusambandið. Kristrún sagði að hún persónulega væri til í að gangin í Evrópusambandið en var samt svona leggur að fyrirvara. Já, hún setti fyrirvara á þetta að hún væri nú ekki tilbúin til þess ef að þjóðin væri klofin í afstöðu sinni og nefndi þar 52-48 og Stefán sagði hvað þar 70-30 og hún svona eiginlega féllst á það. En það velti maður fyrir sér að því að nú virðist sko samkvæmt öllum þeim skoðanakönnunum sem maður hefur séð svona í ekki fjarlægri fortíð og jafnvel fjarlægri fortíð og þá er það einmitt kannski staðan. Hún er einhvers staðar þarna í kringum 50% með eða á móti. Þannig að miðað við þær aðstæður þá er hún ekkert tilbúin til þess að taka upp þetta mál á nýju og þá velti maður fyrir sér að því að nú hefur Viðreisn svona verið að renna hýru auga til Samfylkingarinnar og Viðreisn er með þetta mál, þó þau hafa kannski ekki talað mikið um það, þá er þetta dálítið á oddinum hjá þeim og hefur verið svona þeirra stóra máli gegnum tíðina. Hvort að þetta muni setja eitthvað í uppnám þar? Já, bara góð spurning. Síðan sjá hvað Bjarni gerir auðvitað, hann segir bara að hann er alfarið á móti Evrópusambandinu og mjög skýr og talar um það að þetta er bara það sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir komandi kosningar á laugardaginn. Inga Sæland sjálf alfarið persónulega á móti því að gangin í Evrópusambandi og við höfum séð bara, eins og maður segir, síðustu vikuna, þá er einhvern veginn, og maður sá það svolítið þarna í kappræðunum, sérstaklega með Bjarna og Kristrúnar, Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera að reyna að teikna einhverja mynd 2 valkosti sem er einhvern veginn Evrópusambandi og hærri skattar. En Kristrún var að reyna að mæta því svolítið í þessum kappræðum með að segja, herðu, nei, Evrópumálin er ekkert á dagskrá hjá okkur og við ætlum ekki að hækka skattbyrði á almenning og nú verður auðvitað bara veltaði fyrir sig hvort að það tækist hjá þeim, sko. Já, Bjarni teiknar línu og hún mætir með stróklegri og reynir svona ekki búa til þetta eitthvað grátt svæði. Nei, nákvæmlega. En það sem var kannski áhugavert líka var auðvitað í upphafi kappræðuna, þá var kynnt til leiks ný könnun, miklar hreyfingar virðist vera. Hvað svona að þínum að þið voru helstu tíðindin í þeirri könnun? Já, það hlýtur að vera að Viðreisn sem hefur verið á mikilli siglingu undanfarið. Maður hefur svona verið að bíða eftir að það myndi reka sig í þakið. Þá átti maður kannski von á því að þetta myndi reka sig í þakið og kannski stoppa dálítið þar. En samkvæmt þessari könnuna þá fylgir hreinlega sunga. Ég fellu niður rúmlega 4% stig á milli vikna, heldur 6 dagar síðan við birtum síðustu könnun. Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera okkur flugi, Samfylkingin að festa svolítið í sessi í 22% tæplega.
Áhugavert, það auðvitað Framsókn sækir í sig veðrið og það má alveg nefna það, rétt áður en að kappræðan hófst þá birtist auðvitað önnur könnun sem að Vísir gaf út og þar sáum við Framsókn líka svona vera að sækja í sig veðrið. Þannig að maður svona velti fyrir sér, ég meina, eru framsóknarmenn að koma heim svona rétt fyrir kosningar? Já, geti verið. Þeir náttúrulega þeir kunna að fara í kosningar framsóknarmenn, þeir eru með öfluga vél og þeir hafa talað um það að fylgið muni koma heim að einhverju leyti og kannski bara nákvæmlega það sem við erum að sjá, að þeir eru svona að sækja tilbaka eitthvað af því hreyfanlega fylgi sem að hefur fært sig annað svona í þangað til að það fer að nálgast kjördag og þá svona sækir það kannski í það sem það þekkir. Nákvæmlega og ég meina við bíðum spennt eftir ein könnun sem eftir að birtast, það eflaust Gallup könnunin, en það var auðvitað fleira, ég meina maður velti fyrir sér, það virtist eins og ég sagði það virtist ekkert fara svakalega mikið fyrir Svandísi Svavarsdóttur. Þetta flokkur sem botnfrosinn í öllum mælingum, 3% þetta bæti eitthvað við sig, ég meina hún hafði nú eitthvað um þessa könnun að segja, sagði hérna þetta væri að þokast í rétt átt og þessi klassíska lína, fólki að koma heim. Ég veit það ekki, hefðu hún átt að taka meiri áhættu í þessum kappræðum út af stöðunni? Já, hún var allavega, mér þótti hún ekki vera í stuði og kannski það líka bara þetta gengi flokksins í könnunum, það hlýtur að hafa dálítið áhrif á svona, hvað getur sagt, bara sjálfstraustið hreinlega, þú kemur ekkert fram þarna bara með mælingu upp á ríflega 3% og eins og þú sért að sigra heiminn, það getur hafa dregið stemninguna úr henni af því að hún hefur oft verið öflugri í kosningabaráttum. Heyrðu, mér skilst að frambjóðendur seinna hollið sé að koma sér fyrir niður á sviði, þannig að við ætlum að senda ykkur í örstutt auglýsingahlé og síðan sjáumst við aftur. In the night air, I can feel you. In the stars there, I can see your face. Though you're far away, Húsasmiðjan og Blómavall. Það Ormsson sem færir þér kosningasjónvarpið. Upplifðu kosninganótt í Samsung háskerpu á stórlækkuðu verði. Ormsson. Við erum Ice Guys, þið veitum náttúrulega ekkert hverju við erum. Það ekkert víst að við séum að fara í fangelsi. Guten Morgen, liebe Leute. Hvað gerðurum við bókinn peningin okkur á? Ice Guys 2. Horfðu núna. Komdu á svarta viku í Bauhaus og fáðu 25% afslátt af allri málningu og veðarvörn frá Satolin og Pinotex. 20% afslátt af öllum rafmagnsverkfærum frá Ryobi og 20% afslátt af öllum blöndunartækjum frá Grohe og Hans Grohe. Þú finnur þessi tilboð og fleiri í blaðinu okkar. Bauhaus. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl og blessuð að nýju í leiðtogakappræður Morgunblaðsins og mbl.is í aðdraganda alþingiskosningana sem að fara fram nú á laugardaginn næsta. Hingað erum við komið með 5 leiðtoga, þá sem að vantaði hér í fyrri hlutanum. Við höfum ákveðið að skipta þessu upp til þess að gera þetta eins líflegra og skemmtilegra heldur en sumum fjölmiðlum text. Og hérna erum við komið í settið, Andrés, mjög góða gesti. Jú, hvort við erum og við skulum byrja hér lengst til vinstri. Það Arnar Þór Jónsson frá Lýðræðisflokki. Velkomin. Takk fyrir. Því næst þá Sanna Magdalena Mörtudóttir frá Sósíalistaflokki og Sigurður Ingi Jóhannsson, Framsóknarflokki. Takk. Og hér á hægri hönd það Sigmundur Davíð Gunnarsson sem formaður Miðflokksins
Og við hlið hans það Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem formaður Viðreisnar. Velkomin öll sömur. Takk fyrir kærlega. Andrés, þú búinn að fara yfir tölurnar úr nýjustu könnuninni. Já. Ég veit að þú elskar tölur og kannanir. Algjörlega. Þannig ég ætla að gefa þér færa á því að fara yfir þetta aðeins aftur. Já, nú ætla ég að hraðspóla aftur á bak og lesa þér aftur á bak. Eða hvað? Nei, við skulum aðeins rifja þetta upp hvernig þetta fór í þessari lokakönnun prósens fyrir Morgunblaðið og mbl.is og þá sjáum við það að lýðræðisflokkurinn hann að fá minnst fylgi þarna þeirra flokka sem að bjóða fram landsvísu 1,2%. Þetta ákaflega svipað og verið hefur og þetta innan allra vikmarka og svo framvegis. Næst vinstrihreyfingin Grænt framboð með 3,4%. Þá Píratar með 5,5%. Þeir lyfta sér eilítið upp fyrir þannig 5% múr en ekki mjög mikið og það má ekkert bregða út á kjördegi til þess að þetta fari allt í handaskólum. Svo sósíalistaflokkur, þeir hafðu nú risið svolítið síðustu vikur en að hægja á sér og lækka pínlítið niður í 5,8%. Og svo Framsóknarflokkur. Hann að hækka sig frá því sem verið hefur, hann í 6,4%. Þetta ekki mikil hækkun en með það að hann hreyfðist ekkert fyrstu vikurnar að þá trúi ég nú að Sigurður Ingi hann fagni þessu. Þá flokkur fólksins sem komin í 11,2%. Miðflokkur, hann hefur gefið eftir eilítið undanförnu og í 12%. Þá Sjálfstæðisflokkur sem rís hins vegar nokkuð eftir að hafa verið brokkgengur síðustu vikur upp í 14,7%. Svo Viðreisn þarna í öðru sæti með 17,6% og efst trónir Samfylkingin með 21,8%. Og það rétt að hamra á því að vikmörk hafa verið víð í þessum könnunum. Þannig að til dæmis milli Samfylkingar og Viðreisnar, það ekki hægt að halda því fram með óyggjandi hætti að það sé tölfræðilega marktækur munur þar. Ekki frekar en á Viðreisn og Sjálfstæðisflokki og svo getum við haldið áfram að telja. En ætlum ekki að gera? Nei. Þið getið ímyndað ykkur hefur gert það. Við ætlum að snúa okkur að frambjóðendunum og við ætlum að hefja leika með svipuðum eða sama hætti og í fyrra hólinu. Við ætlum að spyrja ykkur einfaldra spurningar þar sem við köllum eftir einföldu og stuttu svari hvaða 2 atriði, aðeins 2, verður helst kosið nú á laugardaginn. Og við byrjum hér á vinstri vængnum, lengst í vinstri frá okkur séð, Arnar Þór Jónsson. Ég tel að það verði kosið fyrst og fremst auðvitað með efnahagsmálin. Það hefur ríkt óstjórn í efnahagsmálum eins og í mörgum öðrum málum, lausatök á útlendingamálum og öðru, en það knýjandi þörf orðið fyrir íslensk heimili og íslensk fyrirtæki að það verði farið að taka á þessu og lækka vextina með þeim hætti að það sé ekki bara heimili landsins sem þurfa að bera taka höggið þegar efnahagsmál og útlendingamál. Já, og svo auðvitað bara spurningin hvort að Íslendingar vilja láta plata sig mikið lengur og láta þessa stjórnmálaflokka komast upp með það. Sanna, 2 atriði, ekki 3. Já, það náttúrulega tekjuöflun ríkissjóðs verði gerð réttlátari og þar tölum við fyrir réttlátari skattheimtu til þess að við getum byggt upp hér gott velferðarsamfélag þar sem að húsnæði grunnundirstaðan sem við þurfum öll, þannig að við þurfum réttláta tekjuöflun fyrir þetta velferðarsamfélag til þess að fá húsnæði. Þannig að það tekjurnar og það húsnæði sem ég myndi segja skiptir mestu núna svo við getum byggt þennan góða grunn að því við þurfum öll einhvern tímann að treysta á þetta samfélag til þess að geta tekið fullan þátt í því. Sitt hvort hliðina saman peningi, gott. Sigurður Ingi? Já, það hefur verið fjallað efnahagsmál og ég held að kosningarnar snúist einhverju leyti það þó að það sé sífellt betur og betur að koma í ljós að verðbólgan á hraðri niðurleið og verður komin í 3,5% næsta vor, 3% næsta sumar. Stýrivextir munu lækka eftir sem áður í sama takti vænti ég. Þannig að það verður áfram held ég kosið það hvort að menn trúi því að þessi stefna sem við höfum fylgt skili þessum árangri eða hvort menn vilja grauta í einhverju öðru. Hitt málið sem verið að kjósa og alveg klárlega nátengt efnahagsmálunum húsnæðismálin. Og þar hef ég fullan skilning á því að fólk pirrað yfir því þó svo hér sé búið að byggja 25.000 íbúðir og hvergi meira byggt og byggðu bóli í Evrópu síðastliðin 7 ár, þá var það ekki nóg. Og síðan það að við séum að borga svona háa vexti þegar við fáum verðbólguskot og þess vegna höfum við verið að segja við getum gert þetta sjálf, við getum sjálf komið fram með löng óverðtryggð lán á föstum vöxtum til 25 ára. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið með tilheyrandi vandræðum sem því fylgir. Við getum gert þetta sjálf. Ég held að
að næstu 2 dagar munu einhverju leyti snúast þetta. Þá það Sigmundur Davíð. Við biðjum bara 2 mál. Aðeins 2. Ég get gert betur, nefnt bara 1. Því það hefur áhrif á öll hin málin. Útlendingamálin hafa gífurlega áhrif á húsnæðismálin, á heilbrigðismálin, á menntamálin, á löggæsluna. Þetta mjög lúmsk leið til þess að nefna 7 atriði. Þú er allt sem allt þannig. En ef þú vilt að ég einskorði mig við 2, þá það útlendingamálin og svo bara framtíð samfélagsins, fullveldismál Íslands. Höfum við raunverulega trú á þessari þjóð ennþá eftir þessi 1150 ár, höfum við trú á fullveldi landsins. Þorgerður Katrín. Já, stóru málin eru einfallega þau skilaboð sem við höfum verið að fá í Viðreisn. Við erum búin að hitta þúsundir fólks í verslunarmiðstöðum og víða landið og það eru eindregin skilaboð að við fáum hér ríkisstjórn sem samhent, vinnusöm og tekur á verðbólgu, vöxtum, að það verði ekki lengur þannig að venjuleg heimili standi frammi fyrir því að húsnæðislánin hækki úr 200 í 400.000 krónum á mánuði. Það þessi dýra matarkára þannig að annars vegar efnahagsmálin, verðbólgan og baráttu við hana og síðan hitt að það eru auðvitað heilbrigðismálin við í Viðreisn. Við höfum verið að einblína á geðheilbrigðismálin. Það eitthvað brotið í íslensku samfélagi og það óendanlega sárt. Þegar fólk að koma til okkar einmitt á þessum stefnumótum okkar og að lýsa því að þau hafa mist börnin sín, verið að sækja þau í greni, það kvíði, það þunglyndi og margt annað sem að þjaka unga fólkið okkar og við þurfum einfallega að stíga stærri skref heldur en tekin hafa verið núna umliðin ár. Þetta risaverkefni sem ég vonast til að samhent ríkisstjórn geti farið í. Gott að heyra að það nokkur samstaða þessa stóru drætti hérna. Það var ekki alveg nákvæmlega í sama tenningunum í fyrra hálfinu en gott og vel. Ég held að kjóstur geti tekið afstöðu til þessa en áður en lengri haldið þá langar mig þess að spyrja þig aðeins Arnar Þór. Sko þið eru náttúrulega nýtt framboð. Þú varst í forstakjöri ekki alls fyrir löngu en í könnunum þið hafið varla hreyfst skilurðu frá 1%. Ekki full reynt það erindi sem að þú taldir að þið hefðu? Já, það verður kannski hægt að segja það á kjördag en við erum ekki að bjóða okkur fram til skoðanakannana heldur til Alþingis og þú bentir á það réttilega áðan að vikmörkin til dæmis milli Viðreisnar og Samfylkingar sem að þarna á kortinu eru einhver 3% eru samt ekki neitt heilagur sannleikur og kannski engin tölfræðilegu munur þannig að út frá því bara gæti ég sagt að ýmislegt gæti nú komið upp úr kössunum. Við gætum fengið þau auka prósent upp úr kössunum sem við þurfum til að geta veitt þessum stjórnmálaflokkum aðhald, til að geta verið rödd, mótvægis, því að Alþingi þarf að vera sína ákveðna breidd. Sú breidd hefur ekki verið til staðar á Alþingi Íslendinga síðustu árin og ég vil gjarnan vera drengurinn í sögunni keisaran sem benti á að hann var ekki í neinum fötum. Það að benda á það að forgangsröðunin á Íslandi öll á hvolfi og Alþingi, hvernig getur það verið að byggja sér hús utan þingmenn fyrir 7,1 milljarð en látið fólk liggja á göngu Landspítalans á sama tíma. Það þarf að mínu viti að hreinsa út af Alþingi og ég að gera þetta og við í lýðræðisflokknum til að bjóða Íslendingum þennan valkost og það í þeirra höndum, það eru þeir sem eru valdhafarnir, ekki fjölmiðlarnir og ekki skoðanakönnunarfyrirtækin og hinn þögli meirihluti á eftir að tjá sig. Því að mér sýnist, þið leiðréttið mig að það rangt, að stór hluti þeirra sem hringtir í að haft samband við tjái sig ekki og hinnir... Það ekki feikilega stór hluti, en gott og vel þakka þér fyrir og reyndar þakka þér ekki fyrir þessa mynd svo teiknar upp af 63 nögtumannum. Gott og vel. En Sigurður Ingi, Framsóknarflokkurinn elsti stjórnmálaflokkur á Íslandi og þið hafið sýnt mikla breytt á miðunni og svo framvegis. Þú myndist hérna áðan á að núna sæjist þessi glæta í efnahagslífinu en það lítur að vera sárt fyrir þau að horfa á skoðanakannanir þar sem hafa verið mjög dræmar. Þær verið að sýna að ráðherrar flokksins kunni allir að vera úti og svo framvegis. Hvernig... 30% aukning, Andrés, hérna milli. Við getum séð þann aftur til morguns, kannski. Já. Og svo aftur á laugardaginn, þá fer ég að vera sáttur. Já, ok. En ég held að þetta hafi farið nákvæmlega saman. Við sáum einfallega þegar að verðbólgan fór upp, þá fór fylgi Framsóknar niður. Núna þegar að verðbólgan í nákvæmlega sama falli niður, bara svona vestfiskt fjall, rauk upp á 2 árum og á leiðinni jafnrætt niður alveg eins og vestfiskt fjall. Að þá fer fylgi okkar upp.
Já, það hefði verið miklu betra að kjósa næsta vor eða næsta haust. Það er ekki boði, þannig að nú erum við bara að fjalla þetta hérna. Þannig að nú erum við meira að fjalla framtíðina og mér hefur fundist fólk hérna í þessum samskiptum sem að ég hef getað átt við fólk núna síðustu viku 10 dagana því að það svo sem líka búið að vera bara ýmislegt að gera, klára fjárlög og annað til þess að tryggja hlutinni gangið eðlilega fyrir sig. Að þá hef ég fundið fyrir miklum og jákvæðum hljómgrunni. Það er engin fúll út í okkur. Það er satt best segja flest allir mjög ánægðir og ekki síst með framsóknar ráðherrana að þeir hafa verið vinnusamir komið miklu í verk sem við getum sannarlega sýnt fram á. En það er þetta ákall breytingar og það var það sem ég var að segja. Hvaða breytingar? Eigum við ekki að halda áfram að reyna að ná niður verðbólgunni? Hún á leiðinni niður í 3,5% í apríl-maí. Hún verður komið niður í 3% næsta sumar. Eða vilja menn snúa lukkuhjólinu og gera eitthvað. Og það sama er með húsnæðismáluna því að þau tengjast. Viljum við snúa lukkuhjólinu þegar að það sem við erum búin að vera að gera dugar. En við vitum að þetta ákall það að þegar það kemur verðbólguskot og okkar verðtryggðu lán og stuttu óverðtryggðu lán fara að rjúka upp sem er ekki tilgangur peningastefnunefndar Seðlabankans. Þeir eru bara komið veg fyrir að ný lán verði tekin til þess að slá á þensluna. Og af hverju erum við ekki með sama fyrirkomulag í öllum öðrum Norðurlöndum? Þeir eru nú reyndar líka að reyna að slá á einkaneysluna og það er gert með því að hækka núverandi lán. Já, þeir myndu þá gera það með öðrum hætti af því að það er ekki tilgangurinn að hækka stýrivextina. Það er fyrst og fremst að takmarka nýlán. Það yrði að vera samspil til að þá mynda við stjórnvöld á hverjum tíma sem gætu vissulega hjálpa til með því að vinna með peningastefnunefndinni á þenslutímum hækka skatta og þegar að það er þörf á því að lækka skatta. En nú er þar hvorugt. Sanna, þú ræddi hér í upphafi málsins tekjuöflun ríkissjóðs og réttlæti og sanngirni í þeim efnum. Nú höfum við hort upp á ríkisstjórnir í nágrannaríkjum okkar, Noregi og nú síðast í Bretlandi líka, þar sem að menn fara í aðgerðir af því tagi sem að þið talið fyrir og hvað gerist. Fólkið sem að hefur mikið fjármagn með höndum, býr við miklum eignum, stýrir stórum fyrirtækjum, það flytur sig til landa þar sem að það telur að það búi við réttlátara skattkerfi sem ykkur hugnast ekki. Niðurstaðan er sú að í þessum ríkjum verða til minni skatttekjur fyrir þá sem eftir sitja, meðal annars fólki sem að höllustum fæti stendur. Er ekki stór hættulegt að fara út á þessa braut? Er ekki betra að laða fyrirtækin og þetta fólk til landana með lágum og að einhverju leyti þá réttlátari sköttum í þeirra augum? Það er stór hættulegt að halda áfram á þeirri braut sem við erum í dag, þar sem að það eru 10.000 börn á Íslandi sem að alast upp við fátækt, alast upp við skort og fá þau skilaboð á hverjum einasta degi að þau sé ekki nógu góð til þess að mega borða út mánuðinn. Það er stór hættulegt að halda áfram á þeirri braut að við erum með húsnæðiskrísu sem að bitnar á launafólki, sem að grefur undan velferð fólks þar sem það er að leitast við að koma sér upp öryggi, það er að leitast við að koma sér upp skjól, að geta sér og börnunum fyrir bara þessum svona grundvallar þáttum í lífinu. En hátekjuskattur breytir engu þarna? Ég ætla að segja að við þurfum með þetta að skoða hvaðan tekjurnar koma ef við viljum byggja upp gott samfélag, ef við viljum eiga fyrir öllu því sem við þurfum að eiga fyrir til þess að geta byggt upp gott samfélag, til þess að vinna gegn ójöfnuði sem aftur síðan hefur góð áhrif á samfélagi heild, líka ríkasta fólkið, minnkar glæpatíðni til að mynda og hefur svona jákvæð áhrif á almenna vellíðan, að þá þurfum við að prófa eitthvað nýtt. Þið nefnduð niðurstöðu kannana sem hafa verið gerðar sem að mæla fylgi flokkana og við sjáum að það er verið að hafna þessum ríkisstjórnarflokkum sem hafa verið við völd þar sem að fylgi þeirra hefur hrunið. Þú ert ekki að svara spurningunum. Nei, ég ætla bara aðeins að koma með smá aðdraganda. Já, en af því að þessar skattabreitingar sem þið talið fyrir, þær eru líklega til þess að virka með sama hætti hér og þau gerði í Noregi og Bretland og í fleiri löndum. Það mun ekki draga úr fátækt þessara 10.000 barna að þessir skattborgarar fari úr landi og að skatttekjurnar minnki. Ég ætla að koma bara að halda áfram með hennan aðdraganda svo ég útskýri minn málflutning að við þurfum með þetta byggja upp. Ekki of mikil ræðuhöld. Nei, við þurfum með þetta byggja upp gott velferðarsamfélag og við þurfum að eiga fyrir því og það er ekki sanngjarnt að við séum á þeim stað að auðvasta fólkið sé að greiða ekki hlutfallslega eins og þessu launafólk. Einu sinni voru til dæmis lægstu tekjur skattlausar, núna greiðir fólk 60.000 af sínum launum. Finnst okkur það sanngjarnt að meðan að þú ert kannski eingöngu að lifa á fjármagnstekjum, greiðir ekki til nærsamfélagsins
sveitarfélagsins, greiðir ekki til sveitarfélagsins, þar sem sveitarfélög reyna að byggja upp húsnæði. Lægstu laun hafa hækkað mikið meira heldur en hærri launin og það veldur því að þessir hópar koma ofar í skattkerfið, þannig að það er áhrif af mjög jákvæðum breytingum í hagkerfinu, ekki satt? Skattbyrðin hefur sömulegis hækkað gríðarlega á lágmarkslaun og á millitekjuhópa og við erum að tala um þetta þurfa að vera réttlátt. Við erum að tala um að breiðustu bökin eigi að greiða meira til samfélagsins svo við getum fengið gott samfélag. Ég trúi því að Ísland er gott land og ég trúi því að þau sem að vilji virkilega búa hér, byggja upp eitthvað gott, sé ekki að fara að flýja við skattahækkanir, heldur líti á það sem hlutverk sitt að þú veist, ef þið vilja halda áfram að njóta góðs af þessu landi, þá sé eðlilegt að eitthvað sanngjarnt gjald sé greitt fyrir það. Við þekkjum það bara frá vinstristjórninni sem var hér rétt eftir hrun. Það var gripið til alls konar ráðstafana þessu tagi, einmitt í nafni réttlætis og svo framvegis, en það halaði bara afskaplega lítið inn, þannig að þá þurftu hátekjuskattarnir að fara alveg lengst niður í miðstéttina. Á sama tíma þá þarf þetta líka að efla svona skattaeftirlit sem hefur verið brotið niður því við viljum ekki sjá fjármagn. Þetta er sama á Jóhann að tala um og að barðist fyrir með þessum líka árangri og þetta er sama og allir tala alltaf um að það er lokun og glufum en við vita sem er að það mun seint nást eitthvað inn þar. En það sem ég ætla ekki að gera er að láta málflutning hægrisins hræða mig í því að segja bara herri, nú verð ég bara að stoppa við þetta því það eru tveir menn upp í Hátæknismóðum sem segja þetta mun ekki ganga upp. Ég trúi á réttlæti, ég trúi á sanngirni og þetta er það sem við sósíalistar leggjum áherslu á, þetta er það sem við leggjum fram. Við erum með góða áætlun í þessum málum sem við viljum endilega ræða bara hvernig sjáum við fyrir okkur samfélagið hérna á Íslandi. Það sem við erum að benda svona á vegna þess að við fylgdumst með til dæmis á árum 2009-13 þá fluttu allir ríku vinstri mennirnir til Spánar á meðan að stóreignaskatturinn var. Þeir komu ekki tilbaka fyrir að hafa felldur niður. Allir. Ég geti nefnt nokkur dæmi hér en ger ekki. En það jöfnuður hefur náttúrulega vaxið á Íslandi síðastliðin 10 ár. Þið voru með forsíðu á Morgunblaðinu, það var upp úr svari sem ég var með við fyrirspurn frá Loga Einarsinni. Það sem kemur í ljós að á síðustu 10 árum hefur jöfnuður vaxið bæði hvað varðar tekjur og eignir og það meira segja milli ársins 22 og 3. Ég sá að Logi var ekkert að gera of mikið úr þessu svari. Þá hefur hann líka jöfnuður vaxið og það er þannig að þeir sem hafa og eru með lægstu tekjurnar, þeirra kaupmáttur hefur vaxið mest á síðustu árum vegna áherslu á að semja hækkun lægstu launa og þess skattkerfis og svona umfang aðstoðar sem við erum með. Þannig að ég held við séum búin að fara í býsna góða átt allavega frá sjónarhóli Framsóknarflokksins. Ég verð bara aðeins, ég skal vera mjög snögg. Það er svo mikið talað allt sé á réttri leið og við séum í svo góðum málum. En ok, segjum að ég sé puttabrotin, það er eitt putti hérna brotin, þá er ég ekki að fókusa á alla hina nýju og segja bara vá, mér líður svo vel í þessu nýju puttum, ég ætla bara ekki að fara til læknis, ég laga það sem er að. Og það er alltaf eitthvað sem við erum að tala um það sem er gott og eitthvað, en það eru samt fátækt á Íslandi, það er staðreynd, það er stéttskipting, það er staðreynd og það verður að viðurkenna það og ávarpa það svo við getum haldið áfram á réttu braut. Þorgerður, þú vilt ekki hækka skatta, við vitum það, við höfum rætt það við þig áður, en þið talið fyrir breyttri stefnu, öllu heldur þið segið við ætlum að lækka vextina, við ætlum að lækka verðbólguna og það er erfitt að festa hönd á það nákvæmlega hvernig þið ætlið að gera það. Það skiptir máli fyrir kjósendur sem að horfa á þann flokk sem að fer með himinskautum í könnunum að átta sig á því hvað muntu gera ef að þú munt skundin í stjórnaráðið að loknum kosningum og taka við völdum. Já, mér er bæði ljúft og skylt að segja aftur hvernig við ætlum að vinna á því að stunda hér ábyrg ríkisfjármál. Ég held að það skipti öllu máli núna. Bráðavandinn er þessi að það er verðbólga, við erum með framkeyrslu úr ríkissjóði. Líklega í 9 ár þá mun þessi ríkisstjórn skila ríkissjóði með halla sem er náttúrulega ábyrgð, sem er náttúrulega mikil, Viltu tala, Sigurður Ingi? Nei, ég ætlaði bara að skjóta inn, það er skárinn í Frakklandi, það sem hefur verið í 30, Já, en allavega, 50 ár. Þú byrjaðir að skila 40 milljarða halla, svo fór hann í 60 og svo fór hann í 75 eða 80. Þannig að þetta er svolítið birtingamynd þess hvernig ríkisfjármálum hefur verið háttað. En er það ekki svolítið eins og hjá ykkur í borginni? Það sem ég ætla til að útskýra meðal annars hvað við erum að segja, því þú varst að tala um ólýsa stefnu og ég ætla að fara þangað og mér heyrist til líka að vera að rugglast á kosningu, það er ekki sveitarstjórnarkosningar en ég skal fara út í borgina á eftir. Þetta grautast allt saman hjá okkur. Já, ég held það allavega, en í fyrsta lagi það sem að skiptir máli er að taka á opinberum innkaupum sem eru 250 milljarðar og það er hægt að ná þar hagræðingu og við hefum verið með sérfræðinga innan Viðreisnar og það er nóg af þeim það sem eru meðal annars búin að rýna það að það er hægt að ná hagræðingu þar án þess að minnka gæði 8-10%. Það eru 25 milljarðar. Við erum líka með fjárstýringu, það er augljóst að þegar og allir bara góðir fjármálastjórar í fyrirtæki vita það að það þarf að láta fjármagni sem kemur inn í fyrirtæki vinna fyrir fyrirtækið. Það vita allir.
og það sama verður ríkisvaldið að gera og við erum að sjá mikla sóun innan ríkisins meðal stofnana í því hvernig fjármunum er varið. Það eru það bil 20 milljarðar sem hægt er að ná þar. Síðan skiptir líka mjög miklu máli, það eru opinbera framkvæmdir. Við erum alltaf að fara fram úr í opinberum framkvæmdum. Fermetraverðið er alltaf miklu dýrara hjá ríkinu. Við erum ekki að ruglast á kosningum. Nei, en Stefán, ég ætla að fá að klára því þú ert... Við höfum reynslu á af ykkur. Já, en bara eitt... Í stærsta fyrirtæki landsins. Andaði bara rólega, ég kem að þessu eftir. Fyrsta lagi opinbera framkvæmdir, síðan fjárstýringin, síðan það eins og ég segja, opinbera framkvæmdir og þar að því að ég var að lesa það til dæmis sem ágætis birtingarmynd af því að það algjörst agaleysi þegar kemur opinberu framkvæmdum. Og við erum að sjá, ég hlustaði ég voni með nefna Bylgjuna hér sko, hlustaði á Bylgjuna í morgun útvarpið og þar dróði meðal hans fram að Seðlabankinn búinn að fara fram úr 500 milljónir í áætlun varðandi endurbyggingu á Seðlabanka. Ekki segja mér að það sé ekki hægt að ná meiri aga þegar kemur að ríkisframkvæmdum og síðan viljum við í fjórða lagi, því ég ekki búin að þú varst að biðja að segja þér frá stefnunni, að það að við þurfum að losa eignir eins og til að mynda að klára að selja Íslandsbanka, ekki til þess að dreifa því út í samfélagið, það hættulegt, heldur til þess að einblína á að borga erlendar skuldir. Þannig minnkum við peningamagnu umferð, hjálpum Seðlabankanum að lækka vexti, að því við erum með augun á boltanum. Þorgerður, þið eruð í meirihlutanum í borginni. Já. Fjármálin þar í klessu. Þeir mun ekki skila afgangi nema þeir selji perluna fyrir áramót eins undarlegt og það allar framkvæmdir þar fara fram úr áætlunum. Leikskólarnir sem þeir reisa, þeir hrynja til nánast til grunna og örfáum misserum. Áætlanir standast ekki. Hvernig haldið þið fram að þetta sé trúverðugt að segja við ætlum að breyta þessu öllu þegar ykkar fulltrúarinn í borginni hafa ekki náð þeim árangri frá 2018? Já, ég svolítið gaman þegar þið dragið fram fjárhagshöllum borgarinnar. Þið þekkjum hana mjög vel. Já, ég veit það, því þið eru mjög vel lesnir. Ég bara ána með hvernig þið eru í þeim málum. Já, við þekkjum það líka, Stefán. En það sem ég vildi segja að það má ekki draga fram söluna á perlinu, gott og vel. Það eins og ríkið myndi ekki draga fram söluna á Íslandsbanka eða einhverjum öðrum. Ég bara nefna að þetta allt í... Já, en þegar ég fer líka að skoða, því rétt skal vera rétt, þegar maður fer að skoða til að mynda A-hlutann, að þá erum við að sjá borgina skila afgangi á fjárhagsáætlun, meðan að ríkisstjórnin að skila halla á sínum fjárlögum. Þannig að það bara eitt það gengur vel í borginni. Síðan það sem ég að segja, kæru vinir, það sem ég að segja að við eigum að sjá heildarmyndina, ekki bara taka þær tölur sem hendar ykkur. Við erum búin og ég fann að það var svolítið viðkvæmt þegar ég nefndi það hér í þessu húsi, til að mynda fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar og það var reyndar ekki rétt hjá mér, Hafnarfjörður ekki skuldsettasta sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, það Garðabær. Mér langar hins vegar ekki að fara þangað að draga fram að 3 skuldsettustu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu í mínu kjördæmi og undir forystu Sjálfstæðisflokksins. En býtu nú við, Þorgerður, þú ert að segja það að þú vilt gera hlutina á vettvangi ríkisins eins og gert í borginni. Nei, hvenær var ég að segja það? Þú ert að segja að það sé allt í lukkuna velstandi. Það sem ég að segja að við í Viðreisn, við leggjum höfuð áherslu á ábyrg ríkisfjármál. Það þýðir það að við þurfum að fara í erfiðar ákvarðanir. Við þurfum að fara í ákvarðanir að forgangsraða fjármunum. En ertu að segja að fjármálborgarinnar hafi verið ábyrg? Það sem við höfum sagt, Stefán, að það sé alveg skýrt og ég heyri það að vinstriflokkarnir eiga erfitt með það og draga svolítið í land þegar kemur að umræðum skattahækkanir. Þeir eru að boða skattahækkanir. Það eru við ekki. Og þess vegna leggjum við mikið á okkur til þess að koma fram með tillögur. Við erum búin að rýna ótrúlega mikið inn í ríkisreksturinn að því við ætlum ekki að leggja meira á íslensk heimili og ekki íslensk fyrirtæki. Við lækkuðum meðalans fasteignagjöldin meðalans í borginni, við lofuðum því Viðreisn og við lækkuðum því á sínu tíma. Ætlar að hrekja það? En það bara lækkaði. Þið hafið hækkað skatta í borginni. Stefán, við lofuðum einnig skattalækkun eða gjaldalækkun og við fengum hann í gegn. Það sem ég að segja að það skiptir öllu máli að ríkisstjórnin sem við tekur, hún verði samhent, hún verði vinnusöm og hún leggja ekki frekari byrðar á íslensk heimili. Það nóg komið samt í gegnum bæði húsnæðislánin og meðal annars stýrustu matarkörfuna innan OECD. Já, en veistu það, Þorgerður, því ég var að tala við Sigurð Inga hérna áðan og maður hefur svona tilfinningu þegar maður skoða skoðanakannanirnar að það sé ekki jafn margir á því að það sé bara best að kjósa Framsókn.
sýnast að ýmsir telja að það sé bara best að kjósa Viðreisn vegna þess að þið voru mjög sein. Ég mæli með því, sko. Já, það ef ég ekki, eitt augnablik. Og þú manst, Andrés, það kíkir enginn yfir öxlina þér þegar þú ert í kjörklefanum. Jú, guð. En sko... Það er alltaf með því. En það er, sko, þetta með stefna. Þið voru mjög sein að kynna stefnunum ykkar. Hún bara var að koma í liðinni viku og hérna... Ertu ekki að fylgjast með? Jú, ég fylgjast óskalega vel með. Lesi vefinn ykkar reglulega. Mér ertu mikill ánægður. Ég efa það ekki. Já, en þar sér maður einmitt slagorð eins og biðlistana burt. Slagorð sem við höfum heyrt í borginni og ekki hefur tekist að efna. Ég leitaði, lús, en ég fann ekki staf stöðu grunnskólana eða orðið læsi eða lestur eða neitt slíkt. Þú ert nú fyrrverandi menntamálaráðherra. Hvað ætlaði að gera í þessu? Við höfum lagt ríka áherslu á menntamálun og ég hef bara mjög fegin að loksis við förum að tala í pallborðu menntamálin. Núna eru kennarar meðal annars í verkfalli. Það er ekki búið að semja við kennara. Og það er hluta af því sem að mér finnst ámælisvert síðustu alveg frá 2016 frá því að samningarnir voru gerðir við kennara. Þeim hefur verið ýtt á undan sér. Ég er ekki að boða það að það eigi að ganga alveg ófyrirséðu að öllum kröfum kennara. Það sem ég er að segja að þetta samtal hefði átt að taka miklu fyrr. Og við í Viðreisn, Við í Viðreisn, við lögðum fram þingsályktunartillögu að bæta kjör kvennastétta og hún var samþykkt af öllum flokkum til þess að fara í virðismat á kvennastörfum, til þess að athuga, hífa upp sjúkraliða, hjúkrunarfræðinga og kennara. Því var ekki sinnt og þess vegna stöndum við í þessum sporum í dag og við verðum að hlusta meðal annars þetta ákall kennara. Það er gríðalegt álag á kennarastéttinni, það eru fjölbreytt. Hvað með börnin sem læra ekki að lesa? Já, það er meðal annars það sem við verðum að taka betur á. Við þurfum að auka meðal annars, ekki bara námsgögnin, þau eru búin að sitja eftir, en ég ætla samt að leyfa mér að hrósa því sem að Ásmundur Einar hefur verið að gera. Hann hefur verið að reyna að bæta í námsgögnin og ég ætla að draga frá þessi vel gert. Það sem að hins vegar hefur ekki verið nægilega vel gert er að bæði ríkið og sveitarfélögin hafa ekki sest nægilega snemma niður með kennurum, ekki bara tala launakröfur, heldur farið kerfisbundið yfir þetta umhverfi sem er mjög erfitt fyrir kennara. Þeir vilja sinna hverju barni en þeir fá ekki alveg svigrúmi til þess. En biðlistarnir eru ennþá í borginni? Biðlistarnir eru víða og það má gera betur. Guð mig góður, það má gera betur. Þú manst frá okkar síðasta samtali hvernig leikskólabörnin komast inn fært 2023? Já, það má, ég ætla ekki að draga til að það má gera betur. Sigmundur, þú talar skynsemishyggju. Já. Hvað felst í því? Þið ætlið ekki að hækka skatta og það er auglýsingarnar ykkar eru almennt orðaðar. Ég get svarað þessu og leið brugðist aðeins við ýmsu sem hafi komið fram hér á undan og reyndar í síðasta þætti hjá okkur. Sarpinn? Í hólfinu á undan. Við förum bara að fá okkur kaffa með hann. Já. Ég get tekið að mér að stjórna þessu, sko. Við tíma sem þið tóku í Þorgerið þá hef ég ágætist tíma til að rausa hérna. En það verður ekkert raus. Það liggur nefnilega munurinn. Hér eru menn mikið í vandamálabransanum og stöðugt á misdramatískan hátt að lýsa vandamálum. En það sem vantar hvernig menn ætla að bregðast við því. Af því að þetta allt tilfinningasemi og umbúðamennska og þá að kjósa fólk út á það að sýna sem mestar tilfinningar, sem mestar áhyggjur af ákveðnu vandamáli, óháð því hvernig menn ætla að leysa það. Puttasamlíkingin var þetta mjög góð. Með 10 fingur og 1 putt brotin, það þýðir ekkert að hugsa bara þessa 9 sem í lagi. Ég var hrifinn af þeirri samlíkingu. En það sem vantar upp á það að 1 puttin brotin, þá lagar hann ekki með því að setja á hann blóðsugur eins og menn reyndu hérna í eina tíð. Þú lagar hann ekki heldur með hamri. Þú lagar hann með þeim aðferðum sem best virka, hafa reynst vel í gegnum tíðina og smátt farið fram. Er það þessi myndaskynsemishyggja? Já. Blóðsugurnar burt. Blóðsugurnar burt, já, en það er bara byrjunin. Ég hér að... Þetta eru patentlausnir. Útskýra, já, patentlausnirnar burt. Nota það sem virkar. Og af því að það eru svo mörg ólík vandamál, þá nefna menn þau hér í kappi hver við annan vandamálin frekar en lausnirnar. Og ég skal nefna 2 dæmi. Eitt úr fyrir þættinum ykkar hérna áðan. En þú þarft að hafa vandamál til þess að finna lausnir? Já. En þá þarftu lausnirnar.
Þú þarft að vera í lausna bransanum, ekki eingöngu í vandamálabransanum. En var ekki Þorgerður að nefna hér lausnir til dæmis í ríkisfjármálum? Hér erum við með flokka og alls konar samtök sem að meiga ekki til þess hugsa að einhver mál leysist, af því þá hverfur vandamálið og þá minnkar mikilvægi þeirra. Ég ætla að nefna samt svo dæmi þetta úr þessum umræðum hér í dag. Inga Sæland áðan lýsir af miklum tilfinningahita og hefur oft hátt og skellir fram hlutum sem að ef einhver aðri segðu það væri kallaðir hreinn populismi, og ég ætla að segja það, jú, hún er populisti, en maður verður að vera hreinskilinn. En það ætla að leysa vanda eldri borgara með því að ræna úr sjóðum eldri borgara 20 milljarða, 90 milljörðum á ári, sem ég ekki sem að mann gerir sér grein fyrir hversu gífurleg upphæð að taka þetta af eldri borgurum og að láta einhverja miðstjórn útdeila því aftur. Það er galið. Það er fullkomlega galið og bitnar fyrst og fremst á hverjum eldri borgurum og þetta framtíða kynslóðum. Svo höfum við annað dæmi reyndar ekki og þessum þætti, en ég hef verið að minna á þetta á samfélagsmiðlum mínum og hægt að finna grein sem ég skrifaði hana þar. Jafnlaunavottun, þegar hún var keyrð í gegn hérna árið 2017. Og fáir þorðu að gagnrýna þetta. Ég vil ekki vera þekktur fyrir að gagnrýna jafnrétti eða allir fá jafn laun, af því að menn meta allt of oft frumvörp og pólitískar tillögur út frá fyrirsögninni, eins og fréttir stundum. Menn lesa fyrirsögnina og taka afstöðu til mála út frá því. Þannig að hvað gerðist? Þarna kom fram þessi tillaga sem að Viðreisn lagði ofur áherslu á í gegn jafnlaunavottun. Afleiðingin var gífurlegur kostnaður. Hefur safnast upp kostnaður upp á 20 milljarða og árangurinn enginn. Af því maður spáðu ekki í innihaldið. Og aðferðirnar sem voru notaðar, ég hvet menn til að finna greinin á samfélagsmiðlunum mínum, aðferðirnar sem voru notaðar eftir þáttinn, já, til að tróða þessi gegn voru yfirgengilegar. Allt umbúðamennska og fáum svar frá menn til að fórna hverju sem er til að keyra þetta í gegn. Og afleiðingin var svo sem að við var að búast. Þorgerður, þú hlýtur að vilja bregðast við þessu eða hvað? Nei, ekkert sérstaklega. Ég er búin að heyra þetta raus aftur og aftur og það kemur ekkert á óvart að miðflokkurinn er kannski ekki með, talandi augun á boltanum, hann er ekki með augun á jafnréttisboltanum. Þarna sérðu viðbröðin. Það færi strax í að gefa til kynna að menn séu á móti jafnrétti ef að þeir voru á móti frumvarpi sem héti með orðinu jafnrétti. Það sem ég ætlaði að reyna að segja, við erum búin að vera núna 7 ár með jafnlaunavottunina. Ef að markmið hennar er ekki að nást, þá erum við búin að hafa 7 ár til þess að fara yfir þetta og ræða þetta. Talandi og það er alveg rétt að við fengum þetta í gegn undir forystu ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar. Og Þorsteinn Víglundsson sem kemur þetta í gegn. Þorsteinn Víglundsson fékk þetta sem jafnréttisráðherra meðal annars og við vorum mjög stolt af þessu og ég man eftir ræðum Bjarna meðal annars í Sameinuðu þjóðunum þar sem hann var verið í He4C þar sem hann var að flagga jafnlaunavottunni. Meginmálið er að við megum aldrei hætta að reyna að ná sem mestu jafnrétti, þar sem að jafnrétti það eykst samkeppnishæfni og meiri veljan og ég segi og ítreka það, því þú þekkir líka jafnlaunavottunina, Stefán, að við eigum þá bara að skoða það sem hægt að gera til þess að gera betur, en við megum aldrei missa metnaðinn til þess að ná jafnrétti í samfélaginu. Annað er umbúðamennska. Er þá ekki rétt að nota aðferðir sem virka? Þess vegna segir ég bara skoðum þetta, bara fínt. Sko, ef menn gagnrýna einhverja EES-reglugerð þá komið þið strax og segið, ertu bara á móti EES-samningnum? Já, þú vilt segja okkur úr EES, menn verða að skoða innihald. En þú hefur sagt að ítrekka að þú vilji fara úr EES. Ég hef aldrei sagt það. Ég hef aldrei sagt það. Þú myndist hérna á það. En ég vil að við beitum EES-samningnum eins og hann Þú vilt fara í fríverslunarsamninga, þú vilt fara í fríverslunarsamninga. Ísland er með fríverslunarsamninga við fleiri lönd en flest önnur ríki í heimi. Þú styður þá bókun 35? Nei, aldeilis ekki. Enda var hún ekki sett inn í samningin af því að menn á sínum tíma vildu ekki ganga gegn. Hann treystir sér ekki til þess að standa með EES-samningnum og það eru stóra fréttir. Þorgerður, við Andrés erum komnir úr kaffi og núna ætlar Andrés að beina spurningum að öðrum frambjóðendum. Sigmundur Davíð, sko, þú varst að minnast á Ingu Sæland hérna áðan og sagðir hún væri popúlisti. En ert þú sjálfur fullkomlega lausið það að vera popúlisti þegar að þú boða það að þú vilji bregða í jólaseinskerfi með Íslandsbanka og afhenda eigendunum í stað þess að nota þess að greiða niður skuldir ríkisins til dæmis. Þið farið nú fram undir hérna slagorðum, sko,
virkjum, byggjum, stjórnum landamærunum og lækkum skatta. Það er eins og að komist í gamla kosningabakling frá Þorgeiri Katrínu meðan hún var ennþá í Sjálfstæðisflokknum. Er þetta ekki populismi? Nei, ég er andpopulisti. Af því að ég kasta ekki fram einhverjum umbúðum eða ríki í augu fólks. Íslenski draumurinn? Hluti með hann að hafa heiti, sko. Á þess að maður sé saggaður populisma, það þarf ekki fyrirsögnum upp á 3 línur, en innihaldið er það sem skiptir máli, ekki fyrirsagnunar. Innihaldið er það sem skiptir máli. Og af því þú nefnir nú sérstaklega þetta Íslandsbankamál, þá erum við ekki að kasta því fram sem útspili eins og sumir flokksformin tala sínar kosningaáherslur. Við erum með útspil í þessu, útspil í hinu. Við lögum þetta til í síðustu kosningum og þar síðustu kosningum, reyndar í aðeins annarri mynd þá. Og þetta var alltaf eðlileg afleiðing af þeim aðgerðum sem farið var í á tímabili 2013 til 16. Og þú segir virkjum, byggjum og allt þetta og lækka skatta er hægt að gera þetta allt samtímis. Já, það er hægt af því að það hefur verið gert áður. Við gerðum það áður. Þegar við einsettum okkur 2013 að skila hallalausum fjárlögum sem var lykilatriði til að sýna að það er komið stjórn. Við gerðum bara reyndar ráð fyrir 0,7 milljarða afgangi, mjög hóflega áætlað að nú verði. En aðalatriðið var hallalaus fjárlög. En á sama tíma lækkuðu skatta. Við jökum barnabætur og vaxtabætur. Við bættum kjör eldri borgara og öryrkja. Svo var árið gert upp. Verðbólgan hafði farið niður í 0,8% og afgangurinn var 70 milljarðar. Þetta er góð sagnfræði. Þannig að ef þú hugar að innihaldinu, þá farið árangur. Innihald og umbúðir skipta máli, hvoru tveggja. Arnar, okkur langar líka til að spyrja þig varðandi þetta hugtak popúlisma. Þið stíðið fram og þið talið mikið bankakerfið, vaxta okur og annað í þeim dúr. Við talað fyrir því að setja lög á Seðlabankann, sviptan sjálfstæði sínu sem hefur verið talin einn af grunnstoðum peningakerfisins okkar. Liggur ekki alveg ljóst fyrir að ef að ykkar kerfi hefði verið við lýði þegar verðbólga var hér 10-11% og að vextir hefðu bara verið 4% eins og þið viljið hafa það hámarki, þá hefðu raunvextir verið hér neikvæðir 7%. Það hefði allt farið í klessu í hagkerfinu. Sko, ég vil bregðast við þessu fyrst sem þú talar með kerfin og það. Að kerfin eru búin til fyrir fólk. Fólk er ekki hér á Íslandi til að þjóna kerfum. Seðlabankinn má hafa sitt sjálfstæði en það sem að skipti mestu máli er að borgarar Íslands séu sjálfstæðir og geti verið það í hugsun og gjörðum. Efnahagslíf Íslands fer ekki meiri klessu heldur en efnahagslíf annarra þjóða þegar verðbólguskot ríða yfir og Seðlabanki Íslands þarf að sýna sambærilega samfélagslega ábyrgð og aðrir seðlabankar. Aðrir seðlabankar og önnur ríki, það er ekki samskonar ákvæðinu að bara í einhverjum furðuríkjum eins og Venezuela og Tyrklandi. Það eru skýringar á því að seðlabankar í öðrum löndum hegða sér með öðrum hætti heldur en íslenski seðlabankinn og það kann að vera siðferðilegt sammæli þar að þegar að efnahagslega áföll ríða yfir þjóðir þá séu það ekki bara lántakar og ungt fólk sem er að taka byrðarnar á sig heldur öll þjóðin og þetta er umræða sem við þurfum að eiga, við þurfum að geta skoða hlutverk seðlabankans í víðu samhengi og það er það sem við leggjum áherslu á en ég vil bæta við. En hefði ekki allt farið í kalda kol ef að raunvextir hefði verið hér neikvæðir svo hefði numið 7%? Raunvextir eru oft neikvæðir í öðrum löndum á þess að allt fari í kalda kol. Við verum að hafa trú á því að... Þeir eru neikvæðir í löndum þar sem allt er komið í kalda kol? Nei, alls ekki. Það hafa verið, í skotum hafa verið neikvæðir til dæmis í Bretlandi. Þannig að við þurfum ekkert að ímynda okkur það að Íslendingar séu óábyrgari í sínum fjármálum heldur en aðrar þjóðir. Við þurfum ekki alltaf að láta hafa vit fyrir okkur en þetta tengist reyndar spurningun ykkar sem að þú byrjaðir á, Stefán, þegar þú ávarpaði mig með popúlismann. Að sko, ég vil benda öllum sem er að horfa á þetta og er að íhuga það að kjósa Viðreisn að horfa á íbúafund í Grindavík sem var haldinn síðustu helgi þar sem Guðbrandur, fyrsti maður Viðreisnar í kjördæminu, sagði að þegar að við værum í vanda þá þurftum við að treysta kerfunum fremur heldur en að treysta á það sem að ég lagði til sem er dómgreind almennings og dómgreind stjórnmálamanna sem eru kjörnir til að sýna
forystu og veita leiðsögn líka. En við verðum að treysta á dómgreind hins almenna manns. Populismi hefur verið notað sem einhvers konar skammaryrði í íslenskri pólitík og reyndar vestrænni pólitík af fólki sem vil þjóna kerfinu vegna þess að það er hluti af kerfinu. Allir þeir sem standa hér, allir þeir sem að koma í þessa þætti hér, nema ég eru fulltrúar stjórnkerfisins. Ég hef lagt áherslu á það og við í lýðræðisflokknum að valdhafinn er ekki kerfið. Það er ekki sérfræðingarnir, ekki ráðamenn, ekki einu sinni þingmennirnir, heldur fólki í landinu sem á nokkura ára fresti fær möguleika á því að tjá sig í kosningum og þá er það ekkert popúlíst að minna á það. Allar kennslubækur í stjórnskipunarrétti undirstrika það. Það er vald ríkisins kemur frá þjóðinni. Þetta á ekki að vera neitt skammaryrði, heldur kannski bara þvert á móti að segja við eigum að virkja almenning og það var frábært merki það að það var haldinn fundur þarna á Selfossi í gær sem að Stefán Einar stjórnaði. Þar var bara fullur salur af fólki og ég er að vonast til þess að það sé merki það að Íslendingar séu aftur að fá áhuga á stjórnmálum og vonandi vilja taka þátt. Framboð okkar í lýðræðisflokknum er vonandi eitt lífsmark. Sanna, ég ætla ekki að þeir tækja að spera þér sakir hérna því að það er nú gjarnan lítið á okkur sem svona andófsafl en nú er það eitthvað borðið að brýna að vera kerfisflokkur. Eru þið popúlískt kerfisflokkur eða hvað? Sko, já, þessar skilgreiningar sem að við fellum ekki undir, við fellum ekki undir þessar skilgreiningar sem komið með og við auðvitað leggjum áherslu á að hlusta á vilja almennings, að við erum flokkur launafólks, við erum flokkur þeirra sem að búa við, upplifa að það sé ekki verið að hlusta á þau, að það sé ekki tekið tillit til þess sem þau hafa að segja. Og við auðvitað lítum á okkur sem hreyfingu. Þú veist, það er ekki eins og okkar eina markmið sé að komast inn í bæjarstjórnir, borgarstjórn, inn á þing, af því við vitum að það þarf alveg líka að taka þátt í stofnunum í nærsamfélaginu sem hafa mikið að segja það hvernig lífið þetta er. Þannig að Sósíalistaflokkur Íslands eru auðvitað bara hreyfing sem að leggur áherslu á að færa völdin til fólksins og fólk hafi meira það að segja, bara hvernig lífið er, hvort sem að það er mitt í verkalýðsfélögum eða að þú ert kannski komin í einhverjum svona skipulega baráttu með félögum þínum sem að þekkja einhvern veginn sömu kjör og ég get bara talað sjálf, þú veist, þegar ég var að kynnast hérna PEP, samtökum fólks í fátækt, að ná að, þú veist, vinna með fólki sem þekkir hvernig hlutinir eru, hvað þarf að breyta, skipuleggja sig og þú veist, þetta sósíalismi, við erum að hugsa svona sem hreyfing, að við komum að raddir almennings fá í rauninni vægi, þetta sé ekki bara 4 ára fresti, hverjum treysturu til þess að fara með stjórn fyrir þína hagsmuni, heldur líka einmitt bara þú veist hvernig getum við einhvern veginn tekið þátt í nærsamfélaginu í kringum okkur að því að það eru svo mikið einstaklingshyggja sem búin að brjóta svo margt niður þannig að þú veist við sjáum okkur ofta ekki sem heild og bara ég eins og stigaganginu mínum sem leigjandi, ég alveg hugsa stundum bara eitthvað vá, ég þekki ekki þú veist fólki hérna í nærsamfélaginu því það er búið að brjóta niður bara einstaklingurinn á að vera bara duglegur en við sósíalistar segjum við þurfum að bera saman. En fyrst við erum að tala sko frelsi og fullveldi og fólki í stigaganginum og nágrennið og allt þetta, þá ætla ég að reyna að bregða hér á leik aftur, leik sem misheppnaðist fullkomlega hér í fyrri hópnum, þar sem ég bað frambjóðuna að rétta upp hönd. Hvort að, já þetta má alls ekki mistakast aftur, segir prófessorinn mér eirand. Ég ætla að spyrja ykkur einfallega, viljið þið að á komandi kjörtímabili þá séu teknar upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný og þeir sem eru hlintið því, ég ætla að biðja ykkur að rétta upp hönd. Ef það er skýr vilji þjóðarinnar, þá finnst mér það. Það stendur Ég geti haldið langa ræðum af hverju við ættum ekki að gera það, en þá eyðileggir leikinn. Ja, þú hélst stuttaræðu hérna áðan, þannig að... Ég ætla líka að fá að skjóta hér inn í að því að Andrés tekur alltaf að mér orðið eins og hrættur orðið. Þannig að þú talar kerfið og fólkið og þá sem að minna mega sín. Ert þú ekki einfallega orðin hluti af kerfinu, til dæmis inn í borgarstjórn, við fylgjumst náið með mætingu þingmanna í þinginu. Ég leiti við kerfið inn í Reykjavíkurborg, þú situr í borgaráði, þiggur fyrir það 264.000 krónur á mánuði á síðustu 7 fundum. Hefur þú setið 1 klukkutíma, þú heldur fullum launum og ert á fullu í kosningabaráttunni inn á þingið? Ég er með hálaun, ég er með mjög hálaun og eitt sem ég hef gert til að reyna með þetta jartengja mig er að gefa 100.000 mánaðarlega inn í vorstjórnina sem er styrsta sjóður fyrir baráttu. En þarftu ekki að vinna vinnuna? Jú, og vinnan fer fram á fleiri stöðum heldur en á fundum. Borgarráð er stofnun, þar sem að þú átt sæti. Þú þiggur þessi laun sem að margir myndu sjá ofsjónum yfir, þetta er eins og stjórnarseta og þú mætir ekki vinnu. Ég er auðvitað að sinna minni vinnu, undirbúningu mála, leggja fram tillögur fyrir fjárhagsáætlun að gera Reykjavíkurborgar meðal annars.
Vinnan fer fram ekki eingöngu á fundum, þannig ég alveg að sinna vinnunni þar líka. Það ýmsir sem mæti ekki vinnuna. Við, Stefán, erum alltaf hér. Já, ég líka. Þú veist að við erum á vaktinni allar sólarhringi. Við erum á vaktinni allar sólarhringi. Sigmundur, þér leiða hálsið fyrir þetta að mæta illa og við höfum reynda verið að skoða líka tölur hjá þér, Þorgerður. Þið ekki alltaf í vinni? Við náðum toppsætunum saman. Já, það kom fyrir að ég hefði ekki mætt í neina atkvæðagreiðslu og Þorgerður í eina. Hvað fyrstu, 99,4% fjarvisst. Þetta í nóvember. Þetta voru ekki að sitja á þingfundum og taka afstöðu til mála? Þetta voru náttúrulega fráleita fréttir, en svona fréttir koma í kosningabaráttu. Af hverju þetta fráleit frétt? Vegna þess. Þessu var stilt upp eins og við hefum verið bara fjarverandi allt árið. Þegar var í raunum að ræða 3 megin atkvæðagreiðslur eða 3 atkvæðagreiðsluhol, megna þessu bara íta á takkan aftur og aftur til að fella einhverja breytingatillögur frá stjórnarandstæðuna. Það frábær vinna. Og þetta gerist eftir að forsætisráðherra slítur stjórnarsamstarfinu skyndilega og það hefst kosningabarátta. Og þingið gæti aldrei svara því hvenær yrði þingfundur og hvenær yrði atkvæðagreiðsla. Og það búið að boða mann á fundi út allt, meðal annars til ykkar hér á MBL og aðra fjölmiðla og maður þarf að vera víða og í 2 manna þingflokki þá var einfaldlega tekin ákvörðun það að ég gæti ekki verið að skrópa ítrekkað út allt í kosningabaráttu og þingflokksformaður myndi sjá að lýsa afstöðu okkur í atkvæðagreiðslu. En hefur mæti ekki verið fyrirmyndar hjá ykkur? Reyndist bara mjög vel. Svo ég svari fyrir mig, já, ég held að skipti mjög miklu máli að einmitt að fólk mæti og greiði atkvæði, en það verður líka að horfa á aðstöðu. Þetta var í nóvember, það var búið að slíta ríkisstjórninni. Ég er venjulega með 75-90% hlutdeild í öllum atkvæðagreiðslum í gegnum minn feril. Það sem er hins vegar er að við einmitt við fórum og skiptum liði, þingflokkurinn og ég fór út á meðal fólksins, en síðan er hitt að það sem að ég vil bara draga fram sem mest ákveðin fegurð í stjórnarandstöðu, það er þetta samtal að það er hægt að para út, þetta er flóki kannski fyrir fólk sem er ekki að hugsa þetta, en ég paraði út þess að einn ráðherra í ríkisstjórninni bað mig eða þingflokksformanni minn að para út. Er þetta ekki samtryggingin sem hann átt að tala um? Já, en mér finnst þetta líka ákveðin fegurð því að það er verið að reyna að halda uppi lýðræðislegum hlutföllum, stjórnar og stjórnarandstöðu. Og ef að það er yfirlýsing af hálfu ríkisstjórnarinnar, Sigurður Inga og fleiri að hætta þessum útpörunum, að þá er ég alveg til við. Ég var ekki með einu yfirlýsingu, það voru þeir. Ég bendi þess vera og ég var meira að minna í þessar atkvæðagreiðslur. En það er bara mín útskýring á þessu og ég er eindregið á því að við eigum alltaf að gera allt til þess að mæti þingið og vera þar, en það er alltaf eðlilegar útskýringar á svona hlutum. Sérstaklega þegar menn hafa sögað því að hafa verið lengi og unnið bara þokkalega vel. Hvað var þetta aðalega fjárlagafrumvarp? Er fjármálaráðherra að státa sig að því að hafa mætt í atkvæðagreiðslu fjárlög? Ég segi nú ég var ekki að því, Sigmundur, ég var að benda á þetta að væri 162 atkvæðagreiðslur. Mér langaði að fá að tala um Evrópusambandið. Að þingmennirnir ættu að taka Willum Þór Þórsson sér til fyrirmyndar, af því hann hefur það sem motto að mæta í allar atkvæðagreiðslur. Ef hann missir af einni, þá var hann miður sín í 3 daga. Og hann er með svona 99,99% mætingu alltaf. Og við vorum líka í kosningabaráttu ágætu félagar hérna hinum megin við. Þið þurftuð að mæta til þess að hleypa þessum þrotamálum ykkar í gegn. Það var ekki á mín ábyrgð. Var það þrotamál? Þú varst að leggja, þú varst hérna upphafi, þú varst að ná í... Eigum við ekki bara að segja við það þarf að skipuleggja betur og við vitum það að það þarf meiri fyrirsjáleika í þingstörf og það er hluti af því sem að mínum að ný ríkisstjórn þarf að gera í samvinnu við þingið að skipuleggja þingið betur. Hvað hefði Hallur verið komin upp í ef þetta hefði dregist viku í viðbót? Sjá áhorfendur kannski eitthvað innundir hlæðin í því hvernig verður við stjórnarmyndunarborðið hér eftir nokkra vikur? Það stefnir í mjög grimma hægri stjórn því að Sjálfstæðisflokkurinn vill vinna með þessum tveimur og það er valkosturinn annar og hinn er Evrópustjórn og hinn er Evrópustjórn og þið hefði ekki haft mikinn áhuga. Þorgerður Katrín var hérna með fínar hugmyndir hvernig við getum náð sparnaðir í sambandi við ríkissjóð og það eru frábær tillögur og ef að það dugar til að ná niður verðbólgunni svona, þá er það kannski ástæðan fyrir að verðbólgunni er að fara niður af því að við erum að vinna þessu öllu saman. Sigmundur talaði hér að eitt af aðalkosningamálunum væri fullveldi.
hann minnist síðan ekki nokkuð á í öllum þættunum hvað það er. Tíminn að hlaupa frá okkur. Þar eru stór mál. Þar eru stór mál. Hér er til dæmis að hér verið að kaupa upp jarðir. En hann fastur í tímanum þegar hann var forsætisráðherra. Og hvað var verið að gerast þá? Þá var hérna Kínverji sem ætlaði að kaupa Grímsstaði. Hver ætlaði að stoppa hann? Stórt álitamál þetta sem við tókum fyrir hér í handbæðinni. Hvað hefur ríkisstjórnin gert til að stoppa jarðarkaup útlendinga? Þau birtast eins og... Nú verður að stoppa. Við höfum örfáa mínútur til stefnu. Evrópusambandsmálin eru sannarlega komin á dagskrá. Þau geta ráðið úrslitum það hvernig stjórnvöldu myndu hér. Og ég ætla að byrja þér, Þorgeir, því að þú var svo eina sem réttir upp hönd hérna. Þú vilt endilega að við förum inn í Evrópusambandið og komum okkur upp stærri og öflugri skrifstofum í Brussel. Það sem er skýrt að komi fram, að það einmitt akkurat ekki þetta núna fyrir þessa kosningar. Það sem við í Viðreisn erum að segja er að við treystum þjóðinni til að taka næsta skref, ekki til að fara inn í Evrópusambandið, heldur til að taka næsta skref til að fá samning. Þannig að það er ekki Sigmundur eða ég eða Bjarni sem ákveður það, heldur við treystum þjóðinni til þess að fá samning og þá getum við einmitt átt þessa heilbrigðu lýðræðislegu umræðu í skólunum, út í atvinnulífinu, verkalýðshreyfingunni það hvað samningur þýðir fyrir landbúnaðinn, til dæmis fyrir unga bændur sem að iðulega spyrja mig í dag. Já, þú veist að öðrum betur að það er ekki neitt að semja annað en tíma. Á hvað eru menn svona hræddir við að klára þetta? Hver samningur við Evrópusambandið hefur marg ítrekað komið fram, hann er einstakur og ég hjó eftir því að formaður samfylkingarinnar, ég hjó eftir því að meðal annars formaður samfylkingarinnar og einhverju fleiri hérna áðan, svo hvað gerum við ef að þjóðin 52-48? Hér er fyrirsögn bak við ykkur. Ríkisstjórn hlýtur nýja traustu yfirlýsingu þjóðarinnar. Hefur stuðning 53% þjóðarinnar. Meirihlutin er meirihlutin. Ef að meirihlutin ákveður að klára aðildarviðræður þá förum við það og það sem að ég skil ekki er að meðal annars að hann og flokkurinn hans Sigurður Inga, Framsókn, nokkurn veginn sama stundum hérna, en þeir ákveðu þetta 2009 að sækjum. Þessi lofaði þjóðaratkvæðagreiðslu 2013, Bjarni Benediktsson lofaði þjóðaratkvæðagreiðslu 2013, það varst í ríkisstjórn eða þú ert búin að gleyma því, að þá, þú veist, það er það sem að... Við stýrtum aðildarviðræðunum. Herri, það er í byrju, á ég að fletta upp öllum blaðamannafundunum sem þú hélst 2013. Já, einmitt. Það er málið, það er aldrei farið í gegn, við höfum aldrei lent í gegn. Það sem við erum einfaldlega að segja Viðreisn, treystum þjóðinni til þess að taka þetta varfærnislega skref, hvort við eigum að fá sjá samning. Ef þjóðin ákveður að gera það ekki, Þorgerður, nei, þá bara máli búið. En ætlar þú að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu komist í aðstöðu til í ríkisstjórn? Ætlar þá á næsta kjörtímabili að efna til slíkra þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, við munum setja málið á dagskrá við ríkisstjórnarmyndum, þá munum við setja málið á dagskrá við erum augljóslega eini flokkurinn sem að tala fyrir því að setja þetta mikilvæga hagsmunamál fyrir komandi kynslóðir. Hér er verið að tala alls konar fjallabaksleiðir að því hvað á að taka úr verðtryggingunni, húsnæðisliðinni, við erum alltaf með þessa heimasmiðju lausnir. Við skuldum fólkinu það að koma ráðast á rótum vandans til lengri tíma. En í dag eru ræturnar aðrar, í dag eru þær verðbólga og vextir sem við þurfum að vinna á hérna heim. Það er ágætt að fá þessa áminningu hvaða ógn blasir við núna. Það stefnir einfaldlega í ríkisstjórn Viðreisnar og Samfylkingar og með Pírötum eins og þingmaður Viðreisnar hefur lýst. Píratar búin að lýsa því að þeir eru til. Hann nefndi reynda líka Framsóknir, hvað þyrfti að halda af því að Framsóknir til í hvað sem er með hverjum sem er. Það mætti koma á ríkisstjórn að steypa þjóðinni í Evrópusambandsferli næstu árin, jafnvel áratug, og það má bara ekki gerast. Nú þurfum við að nýta fullveldis rétt okkar og getu okkar til þess að taka ákvarðanir út frá eigin aðstæðum. Þetta kemur frá manni sem treystu þjóðinni í ISF en treystir ekki þjóðinni núna. Þjóðinni, við treystum henni í ISF, treystum henni fyrir þessu... Ég held að það skrúa fyrir hann hinum meginn. Ég held að vilja bera sér sakir hérna. Ég sleit aðildarviðræðum með Evrópusambandið. Fyrir hávaðanum. Sigurður, gjörðu svo vel. Sko, ég ætla bara að segja ykkur það að það voru ný tíðindi sem að hér voru koma fram, fannst mér, vegna þess að það er búið að vera að segja þjóðinni hér í nokkrum tíma að eina leiðin til þess að fá alvöru húsnæðisvexti sé að gangi í Evrópusambandið. Nú á ekki að gera það á næsta 4 árum.
Það sem að við í Framsókn segjum, förum nú ekki aftur í þetta. Við verðum ekki tilbúin til eftir einhvern x tíma að gefa eftir fullveldi á sjávarauðlind, landsauðlind, orkuauðlind og hérna ætla ég bara að bæta við jörðunum sem að ég hef miklar áhyggjur af og hef tekið. Við munum ekki gera það. Í frekar þá eigum við bara að segja, og við munum ekki, það er ekki gáfulegt að fara að splitta þjóðinni hérna upp enn og aftur. Ég get verið sammála Sigmundi Davíð það, þó við séum ekki sammála mjög margt, því að hann er með svona valfrjálst minni, finnst mér. En það sem ég ætla að segja er að við eigum, og það er ekki heimasmíðaðar lausnir, við eigum einfallega að taka upp og við erum að vinna því. Ég setti slíkt verkefni í gang því ég kom inn í fjármálaráðuneytið, hvernig fólk á Íslandi geti tekið föst óverðtryggð lán til 20-25 ára eins og er allstaðar hægt í kringum okkur. Og það er hægt á Íslandi líka. Þá gætu þið spurt af hverju er ekki búið að þessu, ert ekki búin að vera ríkisstjórn í 7 ár og þá er svarið þetta. Ég er búin að vera í fjármálaráðuneytinu á 7. mánuð. Það eru 45 ár síðan Framsóknarmaður var þar síðast. Þetta var fyrsta verkefni sem ég sagði, af hverju getum við haft frumkvæði þessu? Og ég fann mann sem er sérfræðingur, hann er að vinna verkefnin, hann mun skila því í febrúar-mars. Hver er það? Hann heiti Jón Helgi Egilsson og var formaður bankar á Seðlabankans og örugglega vel þekktur hjá ykkur. Og hann er að vinna þessu verkefni, það mun skila hérna niðurstöðu hér á vordögum og það er búið að eiga samtöl við bankana. Við vorum á fínum fundi með fjármálafyrirtækjunum daginn, svona fundi, reyndar öll 8 eða 10 og svolítið þungur og leiðalur ekki eins og hjá ykkur. Nei. En hérna, og tónninn er bara fínn. Þetta er hægt. Við getum þetta sjálf. Við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess. Treystum þjóðinni. Talandi vilja almennings, þá er nú ekki mikið stemming fyrir að selja banka, sko. Þannig að ég held við ættum, þú veist, að staldra aðeins við, sko. Þú veist, að tala sölu banka til þess að fjármagna ýmsa hluti og þú veist, það er ekki þar sem að kom fram. Evrópusambandið? Já, ég meina, mér finnst ef það er skýrt ákall frá þjóðunum það, þá finnst mér auðvitað að það eigi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, en vilt þú fara í Evrópusambandið? Sko, ég persónulega held að við þurfum að byrja bæta hagstjórnina og ef það yrði farið í svona þjóðaratkvæðagreiðslu, þá finnst mér mjög mikilvægt að það yrði þá góð umræða það fyrirfram í rauninni hvað fælist nákvæmlega í því hvernig það líti út. Við erum að spyrja hvort að þú viljir að Ísland... Svarið er nei. Svarið mitt persónulega er, ég sé ekki að hagsmunum Íslands sé betur bortið þar. Það er mitt persónulega svar, en mín stefna er að ég auðvitað hlusta á það sem að þjóðin segir og það er það sem að ég gerir sem sósíalisti, að hlusta þá á, ef það er ákall skýrt frá þjóðinni, þá auðvitað hlusta ég á það. Og talandi annað líka, það var skýrt ákall. Nei, við höfum lítinn tíma, við þurfum að keyra áfram og ekki séns. Já, ég vil bara benda aftur áhorfendum á tvískinnungin í málflutningi Viðreisnar í þessu máli sem að hefur komið fram hér hjá formanni Viðreisnar að þau vilji hagræði ríkisrekstri og spara en leið að segja að þau vilji fara inn í Evrópusambandi og taka upp aðildarviðræður. Kostnaður bara við aðildarviðræðurnar er geysilegur. Verði Íslendingar svo óheppnir að fara inn í Evrópusambandi og glata þannig fullveldi sínu, þá er ljóst að það er að þenja út stjórnkerfið á Íslandi geigvænlega sem að líka hefur í för með sér mjög mikinn kostnað. Síðan er það náttúrulega ljóst fyrir alla þá sem aðhyllast lýðræðislega stjórnarhætti að stefnumörkun í átt til þess að verða smástirni í fána Evrópusambandsins er stefna í átt til einhvers konar annars stjórnarfars þar sem að ráðamenn eru ekki kjörnir heldur valdir. Og þar sem að við erum að taka upp værum að taka upp regluverk sem að eins og það er núna, samkvæmt nýjustu tölum, eru 110.000 blaðsíður sem að gætu verið telst mér til einhvers staðar nærri því 20 hillumetrar. Og þetta þýðir þá líka að Alþingi Íslendinga verður algjörlega gengisfellt. Þegar að tala Evrópu áhuga Viðreisnar, þá er í rauninni verið að segja þessi flokkur er andlýðræðislegur, hann vil gengisfella áhrif kjósenda og höggva þann þráð sem tengir almenning við valdið og færa þennan þráð til handvalina embættismann í Brussel og ég verð að fá að halda áfram. Nei, þú færð ekki að halda áfram. Jú, ég verð að fá að gera það. Ég tala styttir en allir aðrir. Ég vil undirstrika það, kæru áhorfendur, að allir núverandi stjórnmálaflokkar sem að núna sitja þarna inni, nema reyndar miðflokkurinn má eiga það, hafa stutt frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 sem gerir það sem stefnir í þá á að auka áhrif Evrópusambandsins hérlendis. Þeir eru allir Evrópulokar. Þakka þér kærlega fyrir.
tíminn á þrotum, kosningarnar nálgast óðum og við vitum að þið eruð miklum önnum. Við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Sigmundur Davíð, Þorgerður Katrín, Sigurður Ingi, Sanna Magdalena og Arnar Þór. Við þökkum fyrir okkur hér á þessum vettvangi, Andrés, en það eru spursmál á morgun. Við ætlum líka að gera upp kosningarnar á Reykjavík Hilton Nordic á sunnudagskvöldið. Ef þú fær nokkru ráðið, þá verður þetta aldrei búið. Nei. Þetta verður hérna endalausu kosningar. Já, dráttum við því. En við förum núna í örstutt skilaboð, en svo... Svo taka nú við kollega okkar, Hermann Ökvi, tekur aftur við ásamt Andreu Sigurðardóttur. Þau ætla að fara yfir svona það helsta sem hér var rætt og líka kannski ýmislegt sem ekki var rætt og hvernig því miðar, því að þetta er stuttur tími og við náðum engan veginn að fara yfir öllum mál sem ég vissum að kjósendur vilja vita meirum, en við hafið 2 daga. Kjósið þið rétt. Hlutirnir mun ekki lagast sjálfkrafa. Flokkarnir sem að endurtaka sömu loforðin í hverjum kosningum og gera svo eitthvað allt annað munu gera það áfram. Þið vegið annan valkost. Með atkvæði þínu getur þú varðveitt samfélagið og eflt það. Framtíð landsins ræðst 30. nóvember. Áfram Ísland. Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sókn. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn. Þú þarft ekki að flýta þér, en þú getur það. Gripið og greitt í Bónus. Eldhús, böð, þvottahús og fataskápar. Kíktu við í sýningarsal HTH í Lágmúla 8 og skoðaðu allt það flottasta í skandinavískri innréttingahönnun. Sköpum drauma heima. Ormsson. Tækni er ekki bara tækni brellur eða stórbrotin myndataka. This is my favorite part. Tækni sem fer fram úr væntingum, það eru sannar framfarir. Það er Audi. Það var heldur betur stuð í þessum kappræðum. Það er líka stuð hér. Þetta er orðið eins og Eurovision. Andrea, þú ert komin í nýjan galla. Já, það var nú einhverju sem að rugluðu mér saman með frænku mína, hann að Iðunni Andrésdóttur, þannig að ég sá mér ekki annan kost í stöðun en að hafa hamskipti svo að fær ekki á milli mála hver væri hér á ferðinni. Nákvæmlega. En hver voru svona stóru málin í þessu seinna hálfi? Heyrðu það, hvað við dálítið annan tón í þessum hópi samanborið við þann fyrri. Þar var öll áherslan á efnahagsmálin og húsnæðismálin svona fyrst og fremst, en þarna bættust við útlendingamálin og Evrópusambandið. Já, Sigurður Ingi minntist á Evrópusambandið að fyrra bræði. Já, hann gerði það og hann, svona, já, hans málflutningi, hann svona varaði dálítið við breytingum. Kjölfar þess að Arnar Þór Jónsson talaði að hann vildi hreinsa út af þingi 63 nakta þingmenn. Nákvæmlega. En hann sem sagt spurði sig hvaða breytingu er verið að kalla eftir. Vill fólk ekki halda áfram að lækka vexti og verðbólgu og varaði við því að snúa lukkuhjólinu á þessum tímapunkti. Sanna sósíalisti, hún hins vegar sagði að veri stór hættulegt ef að það yrði ekki breytt stefnu. Hún vísaði í kannanir sem birtust hérna fyrir í dag hjá Prósenti og sagði raun og veru að þjóðin vildi breytingar. Það væri verið að hafna ríkisstjórninni. Eina af þessum breytingum sem hún er að tala um er auðvitað að snarhækka skatta á hátekjufólk, tala um svona réttlátara skattkerfi. En síðan kom að Þórgerði auðvitað sem að fer með himinskautum í könnum þó hún hafi dalað allverulega í könnu á hann, en hún lét kannski ekki mikið til sín taka fyrstu 30 mínútur. Nei, ekki svo sem frekar en fleiri. Það var svona fyrir hlutin af þessu kappræðum, þá var fólk ekki mikið að slást um orðið og þannig að það var svona að fólk fékk að tala í dálítið löngu máli án þess að einhver gerði athugasemdir þar um. En hún þó kom inn af krafti og talaði fyrir ábyrgum ríkisfjármálum. Það virtist vera svona hennar áherslumál í þessu kappræðum. Hún talaði að hún vildi sæi fyrir sér að það var hægt að hagræða hjá hinu opinbera yfir 20 milljarða og hún talaði agaleysi í opinberu framkvæmdum og þar svo í kjölfari skaut hún á Seðlabankann fyrir framúrkeyrslu
sem frekar fyndið. Hún náttúrulega tala fyrir því að gera Seðlabanka Íslands verkefnalausan en ég menna svo komu auðvitað Sigmundur Davíð sem eru auðvitað einn af þessu stóru playerum líki í þessu, mælist með 12% núna í könnunum. Já, hann talaði nú svolítið það að það væri of mikill fókus á vandamálin í málflutningi hinna formannana og hann vildi sjá svona að áherslan færi yfir á lausnirnar og hann greip þar niður í líkingu sem að Sanna kom með fyrir þessu kappræðum þar sem að hún talaði að það gengi ekki að vera einblína á 9 fingur ef að einn var í brotin. Og hann sagði að það væri rosalega góð samlíking en það þýddi þó ekki að laga þennan eina fingur með hamri eða með því að setja blóðsugu á hann og vildi sjá einhverjar alvöru lausnir. Já, vantaði kannski svona smá útskýringu oft á tíðum, svona fólk var að nefna hvað þetta gera en það var ekkert að fara nánar út í að hvernig ætlaði að framkvæma hlutina eða hvað fælist í svona ýmsum lausnum, þannig að kannski... Þau eru kannski ekki með plan? Þau eru kannski ekki með plan eins og eitt góður flokkur en það er svona stundum vantaði aðeins meira dýptina í svona fyrir hlutanum af seinna holluna, má svolítið orða það þannig en það síðan fór að færast kapp í leikinn þegar að Þórgerður og Sigmundur fóru að takast á jafnlaunavottuna sem að Viðreisn sett á fyrir 7 árum, ég meina Þórgerður varð jafnlaunavottunina en sagði að það hefur ekkert verið gert hérna síðustu 7 árin til að bæta þetta því að Sigmundur auðvitað gagnrýndi þetta, sagði að þetta hefði ekki náð árangurinn sem þetta átti að ná, þetta kostaði þetta bara útrúlega mikla peninga en Þórgerður sagði að síðustu 7 árin það hefur ekkert verið gert til þess að gera þetta betra og aftur sagði Sigmundur að þyrfti að gera eitthvað sem að virkaði. Já, þarna komst loksins fútt í umræðuna, þetta var búið að vera dálítið rólegt framan að þarna byrjaði fólk að bítast orðið, þarna kom smá hiti í kappræðurnar. En það sem að kannski kemur náttúrulega eru Evrópumálin, þau svona er aftur komið í handauppreidinguna, fólk var nú aðeins samvinnu þegar núna. Þetta gekk betur. Þetta gekk betur, þeir hljóta að rána Stefán og Andrés, það getur ekki annað verið. Það eru auðvitað spurt út í afstöðu til Evrópusambandsins, kemur kannski ekki óvart hver afstæða Þórgerðar var? Nei, hún stóð þarna upp og rétti upp höndina alveg hnarreist og stóð með því að hún vildi þá inngöngu. Aðrir létu höndina sitja niður en Sanna vissulega tók til máls og sagði að hún væri til í þetta ef að þjóðin væri til í þetta. Hún svona jankaði þessu með fyrirvara. Nákvæmlega. Og það má eiginlega segja hvað að segja. Síðustu 10 mínúturnar hafi bara farið í Evrópumálin. Það var hart tekist þessi mál. Það kom fram mjög skýrt hjá Þórgerði út af því að þetta hefur auðvitað eins og við töluðum áðan orðið svolítið að einu stóra málinu í loka vikunni. Það kom auðvitað fram að hún myndi setja þetta á dagskrá við ríkisstjórnarmyndun og hún sagði að hún vildi að Ísland myndi kjósa aðildarviðræður við Evrópusambandið, hvort þetta hefja aðildarviðræður réttara sagt við Evrópusambandið á næsta kjörtímabili. En þetta er að koma að lokum hjá okkur, Andrea. Já, heldur betur. Það er æsi spennandi lokasprettur framundan í kosningabaráttunni og við Hermann Nökkvi þökkum ykkur fyrir samfylgdina hérna úr hádegismóum og hvetjum ykkur til þess að nýta kosningaréttin á laugardaginn eða fyrr. Takk fyrir.